Já, held ég kæru hlustundur, það rosalega þáttur að fara í gang núna maður. Já. Hrikalega góður. Gunnsi mættur. Já, hann mættur í öllu sínu veldi. Nú förum við yfir sviðið. En fyrst, þá það Make Payments Great Again með símanum. Síminn Pay, þeir eru eins og ljóð. Þeir gera allt fallegra. Já, ég held að það sé orðað að sönnu. Scott starinn, Make Payments Great Again. Já. Konum með þess að geggjuðu húur hérna maður. Já. Það ferði vel. Já. Og ég farin út, ekki limita mig. Nei, ég ætla að reyna það. Þú verður þægur með kortið. Já. Þú verður þægur með kortið, farið inn á Síminn Pay, kynnið ykkur málið. Apparatus, einnig. Það margt að gerast þar núna. Já. Það danska Dominos-appið. Dominos. Það að taka yfir. Livja. Og nokkri stóri kunnar sem mætti á fund. Já. Eftir að við spjöllum við Jónkara. Já, fengum hann alltaf til okkar þetta síðast. Já. Stórgóðu þáttur. Ef þið hafið ekki ennþá hlustað, þá mæli ég með því. Já. Heilsugar, en annars þetta bara gamla góða. Það var með hugmynda fyrirtæki. Eða appi, það að segja. Höfubúnað, heyri apparatus. Rétt. Tjekkið á þeim, þeir taka við ykkur á hvaða stíði sem Jón Kári, gott kaffi, góður gaur. Góður hönnur. Hann eiginlega svo ljóð. Hann fallegt. Já. Herri, Gunnar Úlfarsson, gjörðu svo vel. Já, bæ. Hvernig spilaði það Ég sé svona þetta ekki stemmingin í viðskiptaráði eftir að grilli hvern á fætur öðrum þarna fyrst voru að kennarar PISA hvað fleira, hvað aftur búið að vera ekki stemmingin góð í viðskiptaráði eða? Jú, svo sannarlega, hún hefur verið bara góð frá því ég hóf störf og sem ég vilja meina hún hefur bara verið góð síðan ráðið var stofnað 1917 Já, ok Já, einmitt, Þetta svo gamalt Já Þetta hvað, 107 ára batteri? Já. Það var aldrei lismaður. Var þetta stofnað til að berjast gegn því að konum fengju kosningarétt eða? Nei, alls ekki. Þetta var viðskiptaráð. Já, það ekki með einhverjar engisbettur alltaf þarna sem nýta. Henta á mig. Sko, viðskiptaráð var nú bara, það var stofnað 1917, stofnformað viðskiptaráðs Garðar Gíslason, hópur þeirra sem voru viðskiptamanna komu saman og vildu stofna ráð, sameiginlegan vettvang þeirra sem stunda viðskipti og eru talsmenn frjálsræðis í viðskiptum, mikilvægi milliríkja viðskipta, mikilvægis frjáls einkaframtaks og athafna frelsis og þetta bara eitthvað sem viðskiptaráð hefur barist fyrir alla tíð síðan Eru þið eldri en samtök atvinnulífsins eða? Það ekki? Að tjekka það? Já, ég nokkuð viss það en samtök atvinnulífsins rann úr það voru 2 samtök sem runnu saman þannig að samtök atvinnulífsins ekki svo gömul en það eru 2 eldri samtök sem voru þar inni Já, ég meina menn fara ekki lengra eftir 1917 Þetta hressileg byrjun á þættinum En þú kunnar sjálfur Ok, kynntu, ég tók þetta alveg saman hérna Föstudagskaffi sem heilsar sem fyrr á föstudagsmorgni og til okkar í dag höfum við fengið frábæran gest Ég held að það sé alveg óvægt að segja það Gunnar Úlfarsson hagfræðingur viðskiptaráðs hjartanlega velkominn Já, takk fyrir að taka á móti mér Já, og þessi þáttur náttúrulega svona Já, í framhaldi, kannski að byrja að hrósa ykkur fyrir það þið vorum með viðburð í síðustu viku þennan kosningafund sem að, já, ég vil meina hafi heppnast mjög vel og bara hrósa ykkur líka, sko, það ríkir greinlega mikil sköpunargleði innan viðskiptaráðs þetta í fyrsta sinn sem að þetta sett svona fram með það ekki rétt þessi kosningaás Já Eða kosninga áttaviti Áttaviti, eða þú veist, já, vissulega nýr ás þarna inn í þessu þú hugmyndasmiðurinn þarna, eða eru það Við höfum bara hreinlega allt málumna teymi viðskiptaráðs við höfum mikla sköpunar gleði og þessi áttaviti var nú bara þannig til að við vorum með þá samlíkingu að sko í svona aðdraganda kosninga þá einhvern veginn svo mikið upplýsingum á flugi það mikið loforð og það bara mjög erfitt fyrir kjósendur að feta sig í gegnum þetta upplýsingaflóð og við líktum þessu flóði bara við eins konar sko þoku, einhverja kosningaþoku og menn þurfa bara einhvern veginn að feta sig í gegnum hana með þokulósina á alveg inn í kjörklefan meiri háttar mál, þannig að við vildum leggja kjósendum lið og búa til þarna það sem við kallum áttavita sem hjálpar mönnum þá bara feta sig í gegnum þokuna og áttavitin
sjálfur er þess að þannig að við sendum 60 sértækar spurningar sem byggja á málefnastarfi útgáfu viðskiptaráðs og tillögum alveg undanfarin 20 ár, kemdum þarna út og enduðum með 60 sértækar spurningar, sumum þykir of sértækar eins og hvað, er einhver að væla það? Já, það var nú talað á þessum fundi að þetta væri svona kannski hægt að segja já við einhverju og nei við einhverju sem tengdi spurningunni sko. Já, og svo er líka bara við spyrjum út í hlutur svo þrepaskiptingu virðisauka skattsins og hvernig menn vilja hafa tekjuskattinn, progressívan eða fleiri þrep og þess áttar og mótum þessar 60 spurningar, sendum síðan á öll framboð sem bjóða fram á landsvísu og fengum svör og út frá þessu þá teiknuðust sko fyrir okkur 2 ásar og þetta voru 60 spurningar í þeim fólust sem sagt fulleringar og menn gátt annarkvort sko tekið undir fulleringarnar eru mjög sammála nokkuð hlutlaus frekar ósammála og mjög ósammála og upp úr þessu þá teiknaðist ás til hægri vinstri, nú ég að lýsa áttavita í podcasti ekki, Nei, þú veist, það er bara hægt að fara inn á viðskiptaráð.is og vera með þetta fyrir fram og það eru 2 ásar þessum áttavita, bara svo ég klári. Annar ásinn er efnahagslegt frelsi og svo er hinn ásinn, hann er ekki síður áhugaverður af því að okkur fannst ekki bara nóg að vita hvort að menn aðhyllist þarna efnahagslegt frelsi eða ekki, heldur líka sko vildum við umbuna það að menn taki skýra afstöðu, hvort menn séu sammála eða ósammála sko það er bara kjósendan að meta hvort að menn vilja þessu ósammála eða sammála eftir hvað þeir aðhyllast en ef menn skila inn því sterkari afstöðu sem menn taka því að okkar mati er sko stefnan skýrari hvort þú viljir frelsið eða ekki frelsið helsi. Þið væntanlega létið þau ekki vita fyrirfram af þessari breytu? Nei, hún svolítið teiknaðist upp fyrir okkur þegar við vorum að vinna úr þessum niðurstöðum En sko pælingin nú vantaði þarna sósíalistaflokkinn til dæmis bara til að dreipa aðeins inn á því getur þú sagt okkur hvað liggur þar að baki? Já, þess að maður fylgst með kommentarkerfum viðskiptaráðs þegar það tekið til því að það hafa margir bent á það sósíalista vantar þarna á við buðum að taka þátt, bjóða fram á landsvísuna þau tekuðu okkar box en þau bara svöruðu ekki könnunni og það er bara því miður, við höfum gjarnan vilja hafa fleiri frambúðarninni en við óskum eftir svörum þessari könnunni fengum þau ekki þannig ástæðan fyrir þau eru ekki með bara því að þau fylgdu ekki út þessar spurningar og við gáum alveg ríflegan tíma og fylgdum eftir og frambúðin eiga öll í sjálfu sér bara hróskili fyrir að taka þátt í þessari könnun og margir svöruðu bara henni vel og voru með góðar skýringar sem við gáum aukalega Algjörlega Mjög gott. Svolítið leiðilegt. Já, sko. Ég hef viljað sjá eitt svona flokk með rautt í öllu. VG náði ekki alveg, er ekki VG sem var andvígast öllu? Þekkirðu það eða? Já, ég þekki það. En á sama tíma mjög skýr í afstöðu, sko. Akkurat, ef ég svona fer svona lauslega yfir ef ég fer lauslega yfir bara áttavitan og svo getum við kannski aðeins rætt hvað býr að baki. Sorry. Förum aðeins í manni. Já, ég ætla að gera það, sko. Áður við förum í allan djúsin, bara who the man? Hvað er það að lengi á viðskiptaráð? Já, svo erum við náttúrulega líka með samstarfsaðila hérna sem við þurfum að koma. Byrjum á Gunnar, svo förum við það. Þetta er svo skemmtilegu þáttur, við erum bara strax komin inn í Við erum all over. Tölum oft með viðskiptaráð, það eru svona 2 típar fólki, þeir sem horfa hlutun yfirflý og menn sem eru sértækir. Þeir sjá út frá okkur greiningu og við hafa viðskiptaráð svolítið sértæk. Ég heyri að þið eru nákvæmlega eins, það er bara beint í málefni. Nei, með þig, hvenær byrjar hjá viðskiptaráð? Er þetta fyrsta vinna þinn, ertu búin að vera bara eitthvað? Alls ekki mín fyrsta vinna en já, ég byrjaði að vinna 2022 hjá viðskiptaráði og ég kem þaðan var sem sagt fyrir það í sveitafélagaráðgjöf hjá litlu ráðgjöf-fyrirtæki sem að nefnist RR Ráðgjöf Ráðgjöf? Já, og þar vorum við í sveitafélagaráðgjöfum alls konar fjárhags- og stefnumótavinnu og vorum mjög mikið að þetta ráðgjöf við sameiningar sveitafélaga, annars var valkostigreiningu og svo hvernig sveitafélag bara ekki bara sáu fyrir sér sameiningu, hvernig hjálpaði þeim að sameina sveitafélag. Þetta var mjög skemmtileg verkefni og svo bara keypti KPMG RR Ráðgjöf og þegar að kaupin gangi í gegn, þá bara segi ég skilið RR Ráðgjöf og byrja að vinna hjá viðskiptaráði. Geggjað. Og hvaða bakgrunn ertu? Fjármálaverkfræðingur, hagfræðingur? Hagfræðingur. Ég er hagfræðingur á Háskóla Íslands og fór síðan að loknu BS fór ég meistaranám í litlum bæ í Skotlandi sem nefnist St. Andrews. Já, gólfari eða? Já, ég tók upp gólfið þar. Það var ekkert annað í boði. Er það ekki bara mekka gólfsins? Mekka gólfsins og það var bara annarkvort
tókstu upp leikinn þarna eða þú bara sórst að snerta aldrei golfkílu á ævinni. Já, akkurat. Já. En hvað varst eitthvað sull í viskinu þar? Er þetta ekki svona viskipleis líka? Jú, þarna var hvað hérna Ég ætla ekki að taka á það lagin. Nei, ég að hugsa, það var svo skemmtileg það var The Fort held ég held að það sé, var bar þarna í St. Andrews og hann var valinn besti viskíbar Skotlands þarna. Það fengið þann titil tvisvar, þannig að jú, maður hékk þar inni. Já, geðvikt. Þannig að, en sko með hagfræði, það er ekki allir hagfræðingar eins. Hvað er svona sérhæfingin sem þú færði á því að fara til Skotlands í hagfræði? Er þetta eitthvað, skerða sig úr upp og eitthvað að gera? Við höfum verið orðaðið við baksýnishagfræðinga. Já, þú ert það. Það er náttúrulega alltaf skemmtilegt sko hvernig hlutinir eru, það er erfitt að spáði hvernig þeir verða. En fyrir mitt leiti þá hélt ég mér svolítið sko í grunnnáminu, þar var ég í því sem nefnist almenn hagfræði. Og þó svo að almenn hagfræði hljómi sko eins og maður viti bara minni en aðrir að þegar maður tók þetta bara einhver almenn yfirflugi, þá ef maður einhvern veginn ekki að sökkva sér dýpra í sko einhver tiltekið fag. Og ég svona hélt að hluta til áfram á þeirri línu, fór síðan í St. Andrews, það sem var sem sagt það var Econ and Finance, en það var svolítið miklu leiti svona policy hagfræði. Já. Og þannig að ég fókusaði svolítið á það, en það var svolítið svona það sem nefnist yfirflugi, en maður útfærir náttúrulega policy útfærsla er náttúrulega einhvern veginn að samstilla mörg lítil atriði. Þannig að viðskipturaði fær maður algjörlega að vera með stóru myndina, en sökkva sér síðan mjög djúpt í tiltekin málefni og reyna að móta bara stefnu fyrir sko tiltekin kerfi, tilteknar atvinnugreinar og þess aftur. Og náttúrulega sem maður sér bara ansi glöggi því að lesa strax bara hana, hvernig reglugerðarbreyting, hvaða hvatar liggja baki, hvernig það mun breyta, bara hlusta á ykkur eða Björn, tala menntakerfið, heilbrigðiskerfið, hlutdeildarlán og íhlutun ríkisins á fasteignamarkaði og fleira, þannig að bara vel gert. Já, svo farið í viðskiptaráð, er það eitthvað sem að þú hafði stemt á eða var þetta bara svona? Já, sko það er eitthvað sem að maður hafði lengi vel fylgst með starfsemi og útgáfu viðskiptaráðs og maður þekkir flestir þekkir kannski framkvæmdastjórana sem hafa verið þar en sem hagfræðingur það er maður náttúrulega einhverja aðdáun á hagfræðingum sem voru svolítið í sviðsljósinu Það eru couple of legends. Já, og menn sem að höfðu skoðanir, þannig að maður bara alltaf virðingu fyrir þeim, þannig að þegar að þetta tækifæri bauðist, þá stökk ég á það. Svanhildur Hólm fyrrum framkvæmdastjóri viðskiptaráðs og sendi Íslands í Bandaríkjunum. Hún sendi mér skilaboð núna í morgun væntanlega fyrir svefnin hjá sér. Hún sagði nú eru 3 ár síðan hún auglýsti stöðu hagfræðings hjá viðskiptaráði. Og þá hefur alveg verið komin 3 ár síðan í hópstörf. Til hamingju með það. Já, takk fyrir. En þú varst að tala með eitthvað samstagsæðala og eitthvað fleira skemmt. Já, við viljum að þetta komið það. En ég vil samt sko áður en við höldum örlítið lengra bara svona fara yfir, þú veist, á mannamáli hvað er viðskiptaráð. Þetta eru náttúrulega félagasamtök. Nú er ytti alveg að trompast á tökkunum. Já, lækki aðeins í mér. Heyri ekkert í mér hérna. Já, fyrirgefðu. Já, bara hvað er viðskiptaráð? Félagasamtök hafa allir Getum við verið meðlimir í viðskiptaráð? Hafa öll fyrirtæki möguleika á að Við getum það. Já, viðskiptaráð, þetta eru frjáls félagasamtök framfara, efnahagslegs frelsis, einstaklingsframtaks, reynum efna skilning og mikilvægi frjálsæðis í viðskiptum bæði innanlands og milliríkjaverslun og þess áttar. Og það er öllum frjálst að sækja aðild í ráðinu, ganga í ráðið. Það geta bæði fyrirtæki gert og svo getur líka sótt einstaklingsaðild og við erum með nokkra aðila sem eru í einstaklingsaðild og menn ganga í ráðið til að bara meðal annars annars vegar starfsemi ráðsins skiptist að hluta í skiptist í þrennt. Í fyrsta lagi þá er þetta einhvers konar hugveitu starfsemi og það er þessi málefna útgáfa sem við verðum ræðið við erum með útgáfu og vinnum þannig fyrir þessum áherslum ráðsins sem ég var að segja frá. Svo erum við líka í ákveðinni hagsmunagæslu sem snýst á hagsmunagæslu til dæmis bara fyrir atvinnulífið gagnvart þinginu og það er þá að veita aðhaldinu leiðbeiningar og aðhald í gegnum umsagnir og þess áttar. Ríkinu aðhald. Já, ríkinu stjórnvaldinu, einmitt ríkinu. Og svo í þriðja lagi þá erum við líka bakkjarl menntunar og í því felst að við erum stærsti við komum að stofnun háskólans í Reykjavík og eigum og fyrir það með stærsta eignarhlutin þar og erum með aðalega í stjórn og tökum virkan þátt í Eigi líka Vestló starfi við
við ekki áttum versló en við sem sagt sáum bara mjög lengi rekstur skólans og gerum enn þannig að við erum hluti af þeirri sem sagt aðkomi atvinnulífsins að rekstri verslunarskóla Íslands þannig að þetta er þrískipt Það með áhugavert Hefur verið lögð meiri áherslu á þennan útgáfuanga nýlega? Finnst þér? Já, ég myndi segja bara að sá angi hafi gengið mjög vel í haust og mikið af skemmtilegum málum og það ekki bara það sé vissum að gefa ykkur út heldur kannski líka bara einhver meiri stemming til að ræða þessi mál burt sér frá því að nú eru kosningar og það er sérstaklega mikil áhugi á þessum málum þá finn ég einhvern veginn að það er búin að vera einhver svona meiri stemming til að ræða þessi mál sem að verðast svona fjarlæð einhvern veginn kannski mörg þurr og flókin en síðan þetta setja allt í mjög skemmtilegan búning Akkurat Og oft þetta leysa jafnvel með einu pennastriki ekki svo flókin þegar öll á botni kól En herðu, eins og ég nefndi hérna áðan þá erum við með samstarfsaðila og fyrstir á blaði erum við myndkaup það er alltaf blúsandi siglingur núna í ráðmyndunum, ég held að það sé óvægt að segja það Hvað, viðskiptaráð einhver afstæða gagnvart ráðmyndum eða? Já, endurspeglaðist það eitthvað í áttavitanum það er reyndar okkur hefur yfirsest svo spurning við spurðum ekki beint út í þetta en ég meina já bara við þetta er bara einstaklingum komið algjörlega, við erum þar þetta er bara frelsi Myndkaup.is, þið hafið frelsið þið hafið valið Já, algjörlega, myndkaup.is, nýtiði frelsið það er ekki sjálfsagt þakku myndkaup fyrir, ég nefna hafið líka núna er jólasíldin, hún er komin út allt þarna hún er fáránlega góð þú tókst taste test þarna og mókaðis í mig og þetta er líka strákurinn var ekki hrifinn nei, hann þarf aðeins lengri tíma fyrir börnin en þetta er náttúrulega bara nammi fyrir tengdó og annað með þetta er svona litlum og sætum dósum þannig að þú getur getið þetta á einni viku og keypt svo nýja þetta er betra heldur en að vera að fá þetta í stærri ílátum þannig ég mæli með stærðinni algjörlega mæli með stærðinni talandi síld jómfrúin auðvitað við erum að koma inn á það líka það þýðir eiginlega ekkert að vera auðvitað jólin hjá þeim núna þetta er eiginlega allt uppbókað en ég mæli samt með því að fólk lörki það dettur út eitt og eitt þannig að bara heyri Jakobi já, svo er það þú ert væntanlega jómfrúamaður, eða ekki? Algjörlega, þetta er bara þvílíkt lostæti, ég reyna að fara þangað eins oft og ég get maður þarf sem dægilega að vera gambling man til að reyna að bóka þarna með einhverjum stuttum fyrirvar og erum við ekki gambling man þannig að það er gott að taka sjansinn og þegar það er veðmáluð dettur þá borgar með bitcoin og rúlar hann á jómfrúna hvað varst eitthvað í hakkisinu að núti eða? Já, það var aðeins í Haggisinu en St. Andrews maður var meira í fish and chipsinu þar þetta er náttúrulega nálægt sjónum maður fengið alveg glimrandi feskan þorsk djúpsteittan með góðum chips og maður var mikið að vinna þar með setja ediki á og fá svona það sem heitir mashed peas þá er bara að stappa græna bönn mér finnst það ekki gott Þetta er gott, eða? Það var alveg nöðsynlegt í St. Andrews ég heldur kannski ekki pantað án þess Nei, ég veit hvort fara Heyrðu, kannski við verðum með skoska helgi með jómfrún Já, það er að trefða Það þurfum að geta þurft að skoða það En að lókum í billi félag lykilmanna Vil koma inn á það sem að er að mínum að stórfelld búbót fyrir fólk sem er í sjálfstæðan rekstri til að mynda Ekki verið stéttafélagi til að borga fyrir glerugnastyrk annara Það er bara í félag lykilmanna fáið sjúkra og sjúkdómatryggingu líftrygging Já, líftrygging, launatrygging Það er bara allur pakkin fyrir örfá krónur á mánuði fyrir að sjálfsögðu eftir launum en hlutfallið er hlægilegt Svo er aldrei að vita nema á kynist Jakob Birgis Hann er mótil fyrir félag lykilmanna Þannig að það er svona móttómiði Þau hefðu ekki getað fengið betra mótil vil ég minna Herði þökkum félag lykilmanna kella fyrir sömuleiðis Herði, drengir, þá er bara komið þessu Við ætlum að dempa okkur í eitthvað af þessum 60 sértæku spurningum sem að þið báruð undir ekki formennflokkana, fulltrúa flokkana Hvernig, þið væntanlega Annað, þú veist, það var að berast inn eftir á leiðréttingar Getur þú lýst því ferli fyrir mér eins og Viðreist sem að bara breytti úr því að vera þau voru mjög hlint einhverju svo voru þau frekar andvíg Já, leyfa eftir auglýsingar á áfengi Gefur þetta ekki bara góðan Þau fóru úr andvíg yfir í frekar fylgjandi Var það þá bara Þorgerður hringdi tjúlu eða hvernig? Nei, það hringdi engin tjúlaður með þessa leiðbenningar Við sendum þessar 60 spurningarnar á beint
á flokkana og þær eru nú hannaðar þannig að okkar mati að það ætti hver sem innan flokkana tæknilega geta svaraði það getur náttúrulega vel verið eitthvað sem hnikrist aðeins til og manni þykir það eðlilegt en kannski ekki endilega afstæðan breytist mikið en já, í þessu tilfelli þá þetta bara skemmtilegt á fundunum þá rak Þorgerður Katrín augun í þetta Það var þannig? Já, hún sagði bara, þessu, byrju þetta nú eitthvað þetta eitthvað sem þarf að breyta, þannig að það var bara ánægilegt að sjá að þarna jókst skilleiki stefnunar og frelsið líka sko, þannig að sjálfsögðu bara við vinnum þetta bara með flokkunum, viljum að þetta endurspegli þeirra sín, þeirra áherslur Og svo var þetta eins og með Sigríði Andersen sko, með tollamálin Var það kannski ekki bara hennar persónulega skoðun? Versus svo, þú veist, ég náttúrulega þekki það ekki sko, en Sko, það einmitt annað gott dæmi að miðflokkurinn uppfær afnema eftir tolla og innflutt matvæli fer úr mjög fylgjandi yfir í mjög andvíg. En það kom ekki fram í greininu sem ég las að hún hafi sko óvart gert þetta eða eitthvað þannig. Nei, þetta er kannski meira flokkstefnan versus Ég held maður verður bara að lesa milli línana þessi afstæða breytist að minnstakosti og áhugavert að þetta greinilega vakti, þetta eru 60 spurningar og þarna sérðu hvað ein lítil spurning vakti mikla athygli og bara mikið hagsmunamál og menn vilja að flokkarnir séu alveg skýrir með þetta. Akkurat. Herði, ef við ekki að byrja á afstæða til skatta mér finnst það einhvern veginn liggja beinast við það svona, eitthvað sem að við höfum töðað yfir svona, já. Og ef við förum aðeins sko, við ætlum svona að reifa þetta á hundavaði bankaskatturinn hér nokkuð ljóst að það er miðflokkurinn, sjálfstæðisflokkur og lýðræðisflokkur ég held að lýðræðisflokkur þeir voru efstir eða ekki í skýrri stefnu Jú, Þeir reyndar hann var ekki að fundinum. Nei, áður en við förum í þetta. Það er fínt að byrjum á zooma þess út. Nú geta hlustendur lokað þessu augunum og ímynda sér svona kosninga áttavita. Og það er þannig að hægri vinstri, það er sem sagt efnahagslegt frelsi og svo erum við ásun upp og niður og það er skýrleiki stefnu. Og þeir sem aðheldust mest efnahagslegt frelsi í þessari röð voru lýðræðisflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn sem voru mjög nálægt hvorum öðrum lengst til hægri miðflokkurinn á svipuðum slóðum svo hægra megin við miðju en þó með sko óskýrustu stefnuna var Viðreisn og þetta er eitthvað sem kom okkur svolítið á óvart svo er þarna eitthvað svona vinstri miðjumóð hjá þeim sem aðheldast svona aðeins minna efnahagslegt frelsin fyrir miðju í þessi röð Framsókn Samfylkingin, Flokkur fólksins og svo Píratar og svo lengst til vinstri en þó með mjög skýra stefnu, álíka skýra stefnu og sjálfstæðisflokkurinn til dæmis voru vinstri græn. Já, þetta er mjög áhugavert og ég mitt sko, maður verður eiginlega bara að segja með miðflokkin svona langt til hægri, er þetta ekki bara léttu trójuhestur eða? Fyrst að þau ná að breyta síðan þarna yfir í að vera mjög andvíg, afnema í innflutning á matvælum, hvernig getur það talist frjálslyndur hægri flokkur? Já, þú veist það... Já, allána, förum í það Auðvitað þetta náttúrulega kannski bara einn angi efnahagslegt frelsi af stefnu flokkana Þú veist, en þeir eru, þú veist, lengra til hægri óneitanlega í þeim málum heldur flestir aðrir Já, má vera Og sko, en já, við förum bara aðeins reifum þessa afstöðu til skatta Fjármagnstekjuskatturinn Hann hefur verið náttúrulega mikið í deglunni og það er rosalega erfitt að horfa upp á hvernig trekk umfjöllunin alltaf svo að það aldrei tekið með að þetta rauninni tvísköttun þú veist, út frá það er tekjuskattur lögaðila og svo það náttúrulega sjálfsögðu fjármagnstekjuskattur en það alltaf fjármagnstekjuskatturinn sem er hent fram eins og það sé þú veist, þessi lági skattur og ég er mjög ánægður að sjá því í spursmálum allavega að útskýra þetta betur en þetta hefur ekki farið nógu hátt Já, minnst góða punktur þarna og dregur þetta fram með bæði fjármagnstekjuskattin og tekjuskatt lögaðila við spurum út í hvort tveggja og þetta er þarna hlið við hlið og við sjáum að það eru bara 3 flokkar sem að vilja sko lækka hvort tveggja fjármagnstekjuskatt og tekjuskatt lögaðila miðflokkur, sjálfstæðisflokkur og lýðræðisflokkur og hvað kemur að fjármagnstekjuskattinum þá eru 5 flokkar sem eru mjög eða frekar andvíg því að lækka fjármagnstekjuskatt og svo þegar kemur að tekjuskatti lögaðila þá eru 4 sem eru frekar andvíg því að lækka hann þannig að þetta teiknast þarna upp ákveðin lína Fyndi líka að Viðreisn skilji auðu þarna í tekjuskatt lögaðila og fjármagnstekjuskatt Já, þannig að maður fær
á tilfinninguna að þeim þykir þetta kannski ágætt eins og er Já. er það ekki skilningur sem maður leggur í það? Ég held að sé önnur veit það taktík, ég held að þetta sé trójuhestur en þú veist, kemur auðvitað ekki vel út fyrir þau á þessum skýrleika ás En hefði maður þá kannski lesað það ef við hefðum haft hækka eftir fjármagnstekjuskatta, þetta hefði bara akkurat flippast við eða? Já, ég myndi túlka það algjörlega þannig. Já, akkurat. Þetta er svolítið, við erum svolítið að miða við sko hvernig staðan er í dag. Við erum svolítið miðað þannig. Vilt þú meira, miða staðan hvernig staðan er í dag, hækka lækka. Akkurat. Sko, í þessu samhengi er ég með spurningu sem að hefur náttúrulega verið mjög inn í umræðinu núna og það er þetta blessa EHF-gat. Og þið náttúrulega settuð ágætlega fram sko sem að við fjölluðum þessi útborgunardagur 27. júní hjá fyrirtækjum þegar við talaðum vakið máls að því að þetta EHF-gat er í rauninni ekki til staðar vegna þess að ef við horfum á þennan virka tekjuskatt sem er hvað, 30%? Það vil 30%, já. Og það er náttúrulega bara út frá meðaltali en svo eru kannski örfáir aðilar sem að ná í þessi efri skattþrep og þess áttar sko, já, sjáðu svona fyrirgefðu. Nei, ég hef bara hvergi séð nægilega skýra útskýringu frá til dæmis Samfylkingunni sem hefur nú hæst þetta EHF-gat hvernig þetta verður innleitt Víðir kemur fram í spursmálum, talar að einyrkjar og ákveðnar hópar séu breiðar í bök, þú veist, sem er fyrir mér frekar skrítin málflutningur, sko. Sér í lagi vegna þess að þetta fólk ber straum af launatengdu gjöld, kostnaði við launatengd gjöld og annað slíkt, sko. En gætið þú mögulega að gefa okkur skýrari mynd á hvað þetta EHF-gat er og hvernig þau munu framkvæma þetta? Já, þessi málflutningur EHF-gat, hann snýst sér bara í svona einfaldasta formi það að skattlagning á fjármagn, að hún sé lægri en skattlagning á launatekjur. Og þetta er staðhæfingin. Og þá bara skoðum að stöðuna nákvæmlega eins og hún er bara svolítið blákalt. Og það er þannig að meðal skattbyrði á launatekjur fyrir par á vinnandi aldri með 1 til 2 börn er svona í kringum 30%. Og 2020, af því þú sagði svo er einhverju kannski með þess herri tekjur og þess áttar, sko í lægstu tekjutíund af þessum hópi, þá var virka skattbyrðin 19% 2020. Já, í lægstu tekjutíund, í hæstu var það 37%. Ok, og þannig að það eru komið með hvernig þetta er á cirka launatekjurnar og svo skoðum við fjármagnið, eins og þú segir, að ef þú ætlar að greiða þér út krónu úr fyrirtæki í arð, þá þarf í fyrsta lagi að greiða tekjuskatthlutfall sem er 21% í ár, svo greiður fjármagnstekjuskatt, þannig að þú greiður þessi skatt tvisvar á tekinum og virka skatthlutfallið þarna er 37,6%. Ég meina þarna er ekkert gat í samburði við sko 36%. Ekki einu sinni efstu tekjutíund. Já, og af því þetta er frekar einföldu mynd, þannig að þarna gleymist það líka að við erum með kerfið sem heitir reiknað endurgjald þegar það kemur að því að fólk er í eigin rekstri og þetta eru engar lágar fjárhæðir, það er að fara inn á skattinn og skoða þetta og það er þannig að ef að ég held að 2 foreldrar ætla að stofna hefja rekstur, þeir eru bara byrja bara þarna sem sérfræðingar, þá þurfa þeir að reikna sér endurgjald milljón í laun á mann. Þú veist, þetta er alveg frekar þungt þegar þú ert að hefja rekstur og þetta er bullandi áhættu. Óbói við töðið við þessu, sko. Þetta er fárlegt system, sko. Bara hvet allar til að fara inn og skoða reiknað endurgjaldi, sjá hvað fjárhæðir er verið að ræðum og þú er að greiða bara tekjuskatt af þessu, þannig að það er alltaf að passa að þú borgar í takt við launatekjur. Og svo það sem er þá, sorry, og því að mér hefur brugðið þegar mér hefur sagt frá lögfræðingum sem eru bara að reyna að standa í eigin rekstri, ég held sé 1900.000 eða 1700.000. Ég held að sé átt stofu og ert með þú veist, þetta er snýst líka hvað með margir vinnu og með bara litla stofu þá er þetta orðið mjög háar fjárhæðir og ég held að sé erfitt bara að greiða sér þau laun í sama hvaða stöðu ert sko. Já, þú veist, það sem að menn eru bara lendi því að jólin, janúar, februar er kannski lár mánuður en samkvæmt lögum þá verður að greiða þér þannig að þú ert að lána sjálfur til að eiga fyrir launum og fleira en annað með þetta, út af því að þú ert í efstu tekjutíundinni væntanlega með 1900.000 á mánuði. Af hverju eru þá læknar, lögfræðingar og endurskoðendur að stofna SLF þar sem við borga 38%? Þannig að tölum við SLF-gapið. Já, þú veist, það er ekkert EHF-gat með við tölurnar, en þannig eru hæst
skattgreiðendur í raunin að koma sér undan með að stofna SLF. Hefur þetta eitthvað verið skoðað? Þekkir það? Ég þekki þetta ekki neða vel. Þið eru alveg búin að mastera þessi félagform. Ég hlusta á ykkur hérna og ég skal alveg viðurkenna að þetta hefur gett allt fest í kollinum á mér sko, en þið eru miklu áhugamenn þessi félagform. Já, nei, ég er svona velti fyrir hvort að skattfylkingin sé að verja vini sína, lækna. Mér finnst bara áhugavert með þetta EHF-gatt er að þeir sem tala að loka einhverju EHF-gatti, þeir bara afhjúpa það, þeir leggja bara sama skilning í það að ráða sig í vinnu hjá fyrirtæki, það sem afkomaði nokkuð traust og trygg, þú hefur mikil réttindi á þess áttar og leggur sama skilning í það og þá sem taka bara þá miklu áhættu sem felst í því að hefja eigin rekstur. Og þess vegna hefur við svolítið verið að kalla fjármagnstekjuskattin þennan skatt. Þetta er annars vegar fjármagnstekjuskatturinn er bara skattur á eldri borgara. Hverjir hafa mestar fjármagnstekjur og skoða stappa. Gott og vel. Svo er hinn helmingurinn einhvers konar frumkvöðlaskattur. Fjármagn, það er ekki eins og upp í Kópavogi að þú bara fara að bora einhvern brunn og þá allt í einu sé einhver fjármagnstekju auðlind sem komið þarna úr einhvers staðar hvað er núna í Hlíðarsmára Við erum í Seðlabanka Kópavogs. Við erum í Seðlabanka Kópavogs, ég meina ég gröfum niður, það kemur engin fjármagnstekju auðlind upp Þannig að þú ert alltaf að skattleggja fólk og í þessu tilfelli þá ertu að skattleggja frumkvöðlastarfsemi fólk sem að tekur áhættu með því að stofna einrekstur og reyna á einhverja hugmynd algjörlega óljós hvort að svo hugmynd verði að raunveruleika að standa undir sér ég meina það verður að stíga mjög varlega til jarðar þegar við þrengjum að þessum ekki að þessum hópi heldur að þeim sem að vilja taka þessa áhættu Það er líka annað bara sem hefur ekki verið rætt með þetta eins og við sáum með skattheimtunni í Noregi þegar ríkasta tekjutíðin hún fór bara til Svisslands, Hollands, annað og flúði. Bara exit tax. Nei, en þú veist, peningarnir eða skattheimtan situr eftir á millistjættinni og hinu sem verða eftir og komast ekki í burtu. Sama sem maður heyrt núna, ég var að væli í guðunum daginn í einum að vera galið að fara að hækka þetta og þá sagði hann Yngvi, hætt svo væli, þú hækka bara verðin. Þannig að það er svona óvænt líka bara, er þetta ekki bara verðbólgu svona þenjandi að fólk mun óvænt bara, ég þarf bara að hækka mín verð til þess að fá sama út úr því að vera að standa í þessum rekstri eða B, sem hefur bara verið grínast með í podcastum, þá ger ég bara meira svart sem iðnaðarmenn segja, þeir eru bara að djóka með það þannig að það er svona Ég held að þetta hvort þekkja sér rétt að einhver leyti planið hjá þeim, þau ger enga veginn ráð fyrir hvað fólk mun síðan gera sem er annarkvort bara að fara með peningin á landi eða byrja að svíkja meira undan Akkurát, og ég held að hvort tvekja þetta er bara 2 punktar sem eiga svo sannarlega við alltaf þegar við erum að ræða skatta af því að þú vilt taka með raunveruleikum eins og hann er og reyna að hafa tekjuöflun ríkisins eins skilvirka og mögulega getum og í því felst annars vegar að þú verður að hugsa hvernig skattleikur í fjármagn þetta er mjög kvikt og það leitar vissulega bara á þann stað þar sem ávöxtunin er best. Ég meina við tölum til ekki það að fjármagnstekjuskatturinn á Íslandi að þú greiðir ávöxtun á fé á nafnávöxtun. Þannig að menn eru að keppast við það ekki ávöxta féð sitt, heldur bara passa kannski að það haldi í við verðbólguna sem hefur verið mjög á undanfarin ár og svo ætti að fara að borga skatta af því. En er það ekki líka á Norðurlöndum? Eða hvar erum við að sjá á raunávöxtun? Þetta var raunávöxtun á Íslandi áður fyrr. Svo var breytt yfir í nafnávöxtun. Hversu langt aftur eru að leita? Örugglega 20-30 ár. Þarna skiptir líka máli ekkert endilega hvort þú takir af raun eða nafnávöxtun heldur ég meina að þú getur líka bara að skoða sögulega. Ég meina sögulega hefur verðbólga verið hærri hérna á Íslandi. Þannig að það í sjálfu sér eru rök fyrir því að fjármagnstekjuskatturinn sé aðeins lægra á Íslandi. Þetta snýst líka annars vegar effektíva, svo vorum að tala um annan skattinn og svo raunskattinn. Akkurat. En mér langar aðeins bara til að loka kannski þessum glugga það er mikið að gera því að Þorgerður Katrín kastaði þessu fram það var Jóhann Páll sem bendir á Sjálfstæðisflokkurinn hafi bara verið að hækka skatta sem er auðvitað rétt og við þurfum bara að líta í tölundar til að sjá það bendir sérstaklega á fjármagnstekjuskatt ég er hrifnur að því að horfa einmitt á það sem við myndum kalla virkan fjármagnstekjuskatt því að frítekjumarkið er auðvitað búið að hækka tvöfaldast í tíð Sjálfstæðisflokksins eru þið með mælingar frítekjumarkið hlífir almenning erum við með einhverjum mælikvarða á hann að virka fjármagnstekjuskatt hvort að hann hafi hækkað við þessa breytingu ég er ekki með þessa tölu nákvæmlega en þú dreifir fram einmitt annan mikilvægan punkt er þegar við erum að tala um henni effektíva skatt bara út af prósentunum það er náttúrulega ekki rétt út af þessu frítekjumarki og svo líka svo áhvert með
með bara umræðunar nú er ég komin aftur í fjármagnstekjuskattinn en hérna umræðunar það þú veist nú er einhvern veginn, við spyrjum hvort að það er ástæða fyrir orðum spurningar með þessum hætti við spyrjum hvort það er lækka fjármagnstekjuskattinn af því að sko umræðan hérna hún einhvern veginn er svo að menn eru í varnarstöðum og komast hjá því að hann verði hækkaður í ár ok, byrju spólum aðeins tilbaka hann var 17% nei, hann var 20% 2017 og svo var hann hækkaður upp í 22% 2018 Þú veist, eru menn virkilega að tala hvort þetta hefur óbreytt eða hækka ég segi, akkur eru menn ekki að líta lengra tilbaka og hugsa, akkur eru ekki að tala að lækka niður í hérna 20% Já, algjörlega, þú veist, ég tek út í það út frá mínum sjónarmiðum en það virðist ekki vera á allra vörum en einmitt með þetta sko því að hvenær var hann 20% það eru hvað, 4 ár síðan eða eitthvað svo leiðis hann hækkaði upp í 21 og svo 22 já, 2008 Nei, sem sagt sko, fjármagnstekjuskatturinn var 20, kom 22 tekjuskattur lögaðila hækkaði upp í 21 Já, lögaðila, já Þetta er alltaf sama róli sko En ég bara, þú veist, eins og frítekjumarkaðurinn hækkar um 100% á meðan að fjármagnstekjuskatturinn er að hækka um 10% Skiptir mjög miklu máli svona fyrir veist, þetta hefur mikla þýðingu fyrir þá sem eru bara ávöxt að sparifé safna fyrir íbúð og þess að Flestir náttúrulega borga bara ekkert vexti Borga ekki tekjuskatt af þessum vöxtum, algjörlega Eitt bara til að koma ég fann, þetta er semst skýrsla frá fjármálaráðuneytinu 2020 skattstopp, fjármagnstekjuskatts og áhrif verðbólgu og ég lét gervigreindina finna að það var calculated based on raun ávöxtun frá 97 til 2005, svo er breytt þannig að það var þannig hér á landi raun ávöxtun svo er breytt þannig að lesa þessa skýrslu, það er annað sem er áhugavert og því að ég held að það eru vísað í hana með að þessi ríkisstjórn hafi lagt fram þessa hækkun að þar er margbent á að þetta er letjandi skattur á einkaframtak þannig að það var nú enginn að minnast á það þegar það hefur verið að færa rök fyrir þessu þetta er svo frábær punktur sko, maður verður líka að hugsa hvað afleiðingar hefur þetta annars verður að stilla skattana af því sko, neikvæð áhrif á verðmætasköpun það getur líka óháður skatt að geta dreigð úr tekinum og svo er með letjandi áhrif á inputin og ég meina við erum með kapital og labor sem er svona aðföngin í okkar framleiðslu sem er undirstaða lífsgæðina og sko hugsun bara aðeins sko, hvers vegna skattleggja menn neyslu tóbaks og áfengis þau vilja minni neyslu hvað halda menn að gerast þegar kreistir meiri skatta úr vinnuaflinu eða fjármagn það verður bara nákvæmlega Ég er búinn að gefa út við Arnar við hættum með þetta podcast ef að samfélkingin verður kosin sko. Maður hefur verið ég meina það er engin ástæða að standa í þessu Ég er alveg sammála ég fann að sko ég hef meira draugavinna fyrir okkur þau eru að fara að hækka okkur skattana þau getur bara að fokka sér Þeir hljóta að geta skráð okkur sem almanna heillafélag sko. Þá fyrir við sko einhver undanskot Ég hef meira og minna verið involveraður í einn rekstri bara frá því ég var félagleikilmanna þetta lið ég vil bara fá umslag hérna við borgum ekki en maður er núna farin að hugsa þú veist, miðað við þetta einhvern veginn aldrei hafi verið jafn mikil ógn fyrir aðila í sjálfstæðum rekstri og maður er virkilega farin að velta það fyrir sig núna bara mun þetta borga, þú veist, af hverju að vera standi í þessu, þú veist, ef að það er bara sífellt verið að refsa þú veist, ég var að spjalla við gaur hérna fyrir 2 vikum sem er bara hjá ríkisstofnun með 2 milljónir á mánuði og bara byggja upp eitthvað fastegnaportfólio on the side af hverju er maður ekki þessu bara í einhverju þægilegu giggi og svo að standa í braskinu algjörlega en hérna Gunnar við ætlum ekki að tíma þín mjög væli okkar höldum áfram með listan sko, núna erum við með afstæði til útgjalda og þetta er náttúrulega sennilega eitthvað sem hefur farið hæst hjá okkur sko. En sko, eitt sorry, að við klárum skattana eins og með tryggingagjaldið þarna sérðu bara nei, framsókn er nefnilega ekki fylgjandi það eru glástaðan fyrir þetta hefur ekki gerst síðastliðin 7 ár Já, horfðu samt líka hvora vinstri grænir Já, þegar þú segir hann Já, það er ástæðan fyrir þetta hefur ekki verið gert Ég meina, horfðu bara hugsa hlutina sem hafa verið gerðir og ekki gerðir skoða þau sem bara hvernig 3 flokkar svara Já, akkurat Það er sko, sjálfstæðisflokkun og vinstri grænir er ekki eitt atriði sameiginlegt í allri þessari könnun Það er svoleiðis Það er svakalegt Mér finnst það líka áherslu með lækkun tryggingagjaldsins Mér finnst það geggjað sko Flokkur fólksins kemur óvart þar sko Þau eru bara vel græn þarna En eitt með þetta er bara dæmi mjög dulda skattlagningu sem leggst einhvern veginn á alla og talið að þetta leggist herra hlutaslega á minni atvinnureikendur Hvað er eðlilegt að sé prósenta í þessu? Þetta ánáttúrulega í grunninn að vera eitthvað sem að kofra atvinnuleysisbætur það ekki það er svona grunnhugmyndin svo þótt að sé 1% atvinnuleysi á landinu þá er þetta samt jafn hátt
Þannig að, þú veist, þekkir eitthvað hvað væri ideal þarna? Þú veist, hefur einhvern tíma komið fram að þetta þyrfti að vera 2,5% til þess að geta staðið undir atvinnuleysi í 20 ár eða átt að bara vera í sinni prósentu? Hafið einhverja hugmynd? Ég held bara, í fyrsta lagi tryggingagjald eitthvað sem að bara almenningur þekkir mjög illa. Bara þetta mjög falið gjald eins og þú segir og bara nema fólk hafi reynslu af því að greiða það þá munið það þekkja það. Og líka hvað er hátt sko, því það er 6,35% í dag. Ég meina þetta leggst á stofnin er sem sagt bara lífeyrissjóðs laun pluss lífeyrissjóðsgreiðslur eða ekki? Já. Og þetta er hellingsgjald og þetta er einn af þeim liðum sem rekur þennan fleyg milli launakostnaðar atvinnurekenda og útborgara launa starfsmanns. Og þetta er það sem við bentum dag í útborgarandegin. Þessi fleygur er sko atvinnurekandi þarf að leggja út sko tvöfalt það sem endur í vasan. Þannig að liður í því bara að vænka hag vinnufólks, minnka þennan fleyg og minnka þennan fleyg, flýta útborgarundeginum. Það er að lækka þetta gjald eins og kostur ber á. Það hefur það var lækkað tímabundið í COVID, svo hækkun gekk tilbaka. Þú veist, bara litlar fínstillingar þarna, þetta er alveg heill hellingur þegar uppi er staðið. Já, akkurat. Hörðu, útgjöldin, sko, hvað erum við með þar, Iddi? Vorum við með eitthvað á blaði? Býtu, ég er að finna þetta Excel-skjali frá okkur að gegja. Hver sáum þetta? Sko, Skal ekki að Björn Brynjúlur á heiðurinn á þessu formati. Hann er mjög stílhreinn þegar að kemur á Excel-skjölum. Sko, setja til útgjaldareglu sem takmarkar vöxt í ríkisútgjöldum milli ára. Já. Hér er náttúrulega einu sem svara á móti eru Vinstri græn. Og þú veist, nei, sorry, Framsókn gerir það líka. Eru frekar andvíg. Já, dýralæknirinn Sigurður Ingi er náttúrulega frúin í Hamborg. Já, af því að Sigurður Ingi hefur verið að tala fyrir einhvers konar útfærslu, sko. Ég man ekki, það er svo, við sko settum ekki neitt hugtak á þetta, við köllum þetta bara það sem þetta er, af því að nú er einhvers sko sjálfbærniregla, stöðleikaregla, þú veist, þetta er allt einhvern veginn ólíka hugtök á þessu, en í eðlisínu er þetta allt einhvers konar útgjaldaregla. Ég held að Framsókn sé hlynt einhvers konar svona afkomu, er þetta ekki flokkað sem afkomuregla eða eitthvað sem er núna í gildi? Þetta er nálægt því, en þetta er aðeins strengri regla en afkoman, sko. En þetta er samt eitthvað sem maður sér fyrir sér að væri bara, gæti auðveldlega verið útfært út frá flestum flokkum. Maður sér, það er nokkuð góð samstaða þessa reglu. Svo ef við vinnum okkur niður, sko, hvað er samstöðum og hvað er ekki samstöðum, er að það eru margir flokkar tæplega, helmingur flokka fylgjandi því að hætta að styrkja starf stjórnmálasamtaka úr ríkissjóði. Og það var svolítið áhugavert, sko, er að hvernig þetta gerðist, er að fyrir hrun þá bara voru flokkar sjálfur svolítið mikið að afla fjár til að fjármagna stjórnmálasamtök. Svo var bara hert mjög mikið fyrir þetta eftir hrunið. Og það er alveg pæling hvort að menn hafi svolítið gengið of langt þarna, því að það er mjög þrönga skorður á hvað sem mikið fjármagn þeir geta sótt frá lögaðilum, stjórnmálasamtök. 400.000 eitthvað max? Ég held að sé 300, var ekki 300.000, 400.000 eins og þú segir, og annars eru bara þessi samtök á ríkisstyrkjum og það er bara með einhverju formi búin að breyta stjórnmálasamtökum í ríkisstofnanir sem er, held ég ekki, það er ekki tilgangurinn, sko. Þannig að ég held að það er þarna einhvers konar, menni eru alveg tilbúnir að skoða þetta einhver leiti, sínst mér með við kostið. Þetta er svona dóldið, fyrir utan bara þennan góða punkt sem að ég held að Heiðar hafi komið að þetta bara slítur stjórnmálinn frá grasrótinni. Nákvæmlega. Upp á það að gera að þú þarft ekki lengur að vera virkja Já, einmitt. Í rauninni bara lýðræði, heldur fara bara pening til að borga einhverjum. Annað sem hefur gerst í þessu er að, sem að maður hefur heyrt, að við erum núna komið 2 aðstofa með ráðherra, en svo er það vist þannig að það er byrjað að dömpa meirihlutanum að þeirri vinnu líka á sem sagt starfsfólk þingsfólksins. Þannig að þetta er bara niðurgreitt starfsemi fyrir stærstu flokkana. Þannig að burt með þetta. Annað samt sem að ég held að verði mjög lúmst er það sem búið að tala allt þetta kjörtímabil, hvernig sósíalistaflokkurinn komst ekki inn á þing en fekk samt eða fær pening úr ríkissjóði. Já. Og það er örugglega stór hlutaði þeirra fylgi að þau eru eina sjónvarpsstöðin sem er bara í gangi allan daginn á landsbyggðinni eftir að Hringbraut og N4 fór á Samstöðin. Já, Samstöðin.
og maður hefur fundið þetta á því að fara austur páska núna síðustlegin 4 ár alltaf geta hort á eitthvað fallegt klappa einhvernum trissum á Skjálfanda eða hvað það og núna ertu bara, þú veist, bara gamla fólki bara með þetta fyrir framsæl daginn ég held ég lúmst lúmst áróðustæki þetta er þú veist sorry ég segi langklöku en ég held þetta verði bara fárulega lúmst hvað kemur upp úr kjörkassunum hjá þessum aldurshóp sem hefur ekki aðgangan einu öðru Já, þarna mitt dregur svona annan punkt er að stjórnmálasamtök eru bæði að þykja þessa styrki og líka styrki til einkarekinna fjölmiðla og þetta er annað sem við spurðum út í hvort að menn varu hlindir því að afnema styrki til einkarekinna fjölmiðla samhliða því að taka ríkisútvarpið auglýsingamarkaði því þetta helst svolítið í hendur ríkisútvarpið með held ég í fyrra 2400 milljónir í auglýsingatekjur þannig að þetta er stór stabbi sem leitar bara til RÚV og þrengir svolítið að starfsumhverfi fjölmiðla. Nú þarf ég ekki að segja ykkur þetta sem fjölmiðl. Eru skráðir hjá fjölmiðlum? Nei, reyndar ekki. Við erum alltaf að veltaði fyrir okkur. Ég sendi inn tilkynningu einhver á ykkur. En þar var líka svolítið, það var ekki algjör samstæðum hvað ætti að gera þarna en það voru þá Sjálfstæðisflokkurinn, flokkur fólksins og lýðræðisflokkurinn voru mjög hlynnt í afnema þetta og Viðreisn og Píratar voru nokkur hlynnt í en svo annars var líka bara andstæða við það að breyta þessu umhverfi. Þú ert að tala styrk til fjölmiðla. Styrki til einkarekinna fjölmiðla samhliða því að endurskoða RÚV á auglýsingamarkaði. Besta tillagan sem hefur komið í því náttúrulega frá miðflokknum að við eigum að fara að geta valið hvað við gerum við útsvarið sem eru þá skráðir fjölmiðlar. Útvarpsgjaldið. Já, mér finnst það er áhugaverð útfærsla, þetta er eitthvað sem mætti skoða. Ég þarf að rifja upp, ég gerði nefnilega könnun á Twitter fyrir ári síðan með þetta, hvað þú myndir sitja peningin í og mér minnir að RÚV hafi verið með 60% sem er samt átakanlegt fyrir miðil sem með þetta mikið fjármagn að vera ekki bara með miklu herra prósent sem myndi áfram borga þeim Ég myndi bara vilja deila þessu Já, ég setja á fleiri, ég myndi setja allt til pinginar Já, takk fyrir það Við fyrir kannski aðeins nánar í málefni RÚV og fjölmiðlana á eftir til að klára þessa afstöðu til útgjalda Það er eitt sem langar að spyrja svona flestir sem eru bara hlutlausir í þessu og það er að draga úr umfangi jöfnunarsjóðs sveitarfélaga Nú ætla ég bara að fá að spyrja, hvað er þetta? Já, sem sagt jöfnunarsjóður sveitarfélaga þetta er apparat sem ríkissjóður og sveitarfélög greiða inn í sem var stofnað til að jafna kostnað sveitarfélaga kostnar getur lagst ólíkt á sveitarfélögum eftir bara það er nokkur atriði það er eins og fjarlægð sveitarfélaga fjarlægð innan sveitarfélaga skiptir máli kostnaðurinn getur mismikill eftir hvort sé þéttbýli eða dreifbýli svo er annað líka sem skiptir máli er eins og í jöfnunarsjóðnum þá flokkast sveitarfélög ákveðna hópa og ef að menn eru sem sagt hafa of lágur útsvarstekjur kannski af því að það er bara almennt einstaklega tekjulægri í tilteknu sveitarfélagi þá er sveitarfélögum bætt þetta upp en þeim bætt þetta út frá mörgum atriðum og eiginlega eftir því hvort að sveitarfélög séu bara með þyngri þjónustubyrði en kannski nágranna sveitarfélagi þannig að þetta er að jafna byrði sveitarfélaga en það sem er hluti til vont við höfum bara lagt til að jöfnunarsjóður sveitarfélaga verði lagður niður í núverandi mynd af því að svo staðan er núna þá raunar sér umbunar hann hann umbunar óskilvirkum sveitarfélögum og það er ekki gott að sveitarfélög sem eru sífellt reyna að gera betur þau hagræða og samhliða hagræðingu þá missaðu tekjurnar í jöfnunarsjóði og jafnvel og borga þá hlutfallslega meir inn í þannig að tekjur renna frá þeim talandi hvata, þetta er ekki nógu gott en það vinnur líka gegn sameiningum það eru dæmi það að sveitarfélög sem sameinist og verði bara skilvirkari öflugri þjónustueiningar fyrir íbúana sína þá segja bara já, við höfum bara fyrir feitum með tekjusamdrætti ef við sameinumst bara er það sem við viljum gera fyrir íbúana þannig að þessi hvatar eru ekki rétt stiltir Þetta er eins og sértækur byggðakvóti það er ekki lengur hægt að selja kvóta í minnstu bæjarfélögin út af því að það er ódýrara fyrir að fá hann bara frýtt frá ríkinu Þar hafið það Þetta er hvatar sem þú þarf alltaf að huga þegar maður er að smíða kerfi Þetta er óskilvirkni en auðvitað er þetta verður alltaf svolítið heit kartefla því að þetta er þetta
ofbeldissamband sem mann finnst stundum vera milli ríkis og sveitarfélaga. Það þessi jöfnunarsögur. Hvað sjáum við þarna? Það hérna sjálfstæðisflokkur og lýðræðisflokkur sem vilja hérna, við spyrjum ekki hérna hvort það leggja niður, það bara dragur umfangi. Það alltaf verið að skoða hvernig á að breyta honum en þetta svona einhver Pareto-stað, það ekki hægt að breyta stöðuna þannig að það komið verið út fyrir einhvern annan. Ég veit að þetta eitthvað sem Þorgerður Katrín árétti manni á fundunum og gott að fá það svar frá henni. Hún sagði með jöfnunarsjóðinn, hún sagði við erum hlutlaus af því að þeim hefði spurninginu orðið með þeim hætti að þetta dragur umfanginu samhliða sameiningum, þá væri hún hún vill sameina hlindar því, og okkar huga helst þetta í hendur og það var skýring sem að þau gáfu og þetta augljóslega skref sem þarf að stíga samhliða. En núna kerfið vinnur gegn skilvirkar á sveitarfélagsstigi, það ekki gott. Ein pæling, þú varst þarna hjá RR Ráðgjöf að spá í þessu, þannig þú gæti verið expert hérna. Hefur það einhvern tíma verið rætt að sameina bara hérna á höfuðborgarsvæðinu? Ekki della að vera með Kópavog, Hafnarfjörð, Mosó, Reykjavík eins og núna eitthvað að bítast vaxtamarkin og annað. Þú of ólíkir hagsmunir eða? Það alltaf verið að ræða sameiningar. Þetta alveg, en hér, ég veit ekki hvort að hafi verið talin raunhæfur kostur. Nei. En það eins og það mikið rætt Já, þetta glemdi þeim. Þetta var mikið rætt núna voru það mestmegnis minni sveitarfélögin sem sjá sér bara hagi að sameina og það hefur bara verið mikil vitundavakning þar og kerfið aðeins hvað til sameininga batnað en jöfnunarsjóðurinn sem að bastarður þarna. Vogar, sveitarfélagi Vogar var svolítið að horfa í kringum sig núna fyrir árinu og það ekki víst ef menn að horfa þangað til menn vildu horfa allir Grindavíkur, það var alltaf svo öflugt og vel statt sveitafélag. Eitthvað acquisition þá eða vera... Þetta nákvæmlega, þetta einhvers konar svona pælingar menn vilja náttúrulega bara gera best fyrir hagsmuni sinna íbúa. Þannig á höfuðborgarsvæðinu, það hefur ekki verið í honum alvarlega en það alltaf verið að skoða þetta í kring, út á landi, sérstaklega. Þetta bara svo ógeðslega mikið af fólki bara einhvern veginn að sinna því sama Já, raunhagkerfið út á landi miklu meira meðvitað hversu mikilvægt það að sveitafélagið sé vel stakk búið að takast við þessar áskoranir. Já, akkurat. Herðum, áhugavert. Áður en við höldum áfram lengra, ég vil koma inn á Teygja. Já. Ekki láta bukta og beygja, farðu í Teygja. Þar eru föst gjöld fyrir sjálfleiki, talandi skilvirkni. Já. Mikil skilvirkni í gangi þar. Hefur þú eitthvað verið að sýsla í svona netverslunum eða eitthvað þannig? Með eitthvað brask eða? Hvað brask í gangi? Selja eitthvað merch eða? Ég bara á neytendahliðinni Þannig að, en vissulega að þú ert í braskinu, þá Teygja fullkomin áfangastaður. Líka bara ef þið farið á stað að selja einhverja húur eða eitthvað, hvað væri svona ykkar slagorð? Enga framtak? Merch, viðskiptur að. Einhverjum svona derhúr. Kíkja á Teygja, það þið enga stund gert upp á greiðslumiðlun. Ekki spurning, þökkum Teygja fyrir, ég vil líka koma inn á Yngvi Gókarendal, Góleiga. Farið inn á góleigu.is, það stórfelld hagræðing í því að leigja bíl, ég tala nú ekki eða þú ert atvinnurekandi. Já. Og muna samt alltaf hlunindin, við minnum alltaf á þau. Það gott að gleyma þeim ekki. Og ennþá laust í Norrænu eða ætla að keyra bara beint úr landi þegar samfylkingin verður komst í vanda. Þannig að þeir ábyrg fyrir bílnum. Já, en Pingjan býður upp á afslátt 10.000 krónur fyrsta mánuð. Svo vil ég líka minna bara á tilboðin. Það skólatilboð, það eru vetrartilboð og ég veit ekki hvað. Farið inn á góleiga.is, þökkum þeim fyrir. Herði, drengir, núna vil ég fara í næsta flokk. Og næsti flokkur látum okkur sjá, afstæða til sölu ríkisegna. Ég vil eiginlega bara svona byrja að nefna eitt hvað þetta varðar. Því að nú hefur miðflokkurinn talað svona, einhver myndi kalla þetta óraunhæfa leið. Þeir eru skynsemisflokkur. Mér finnst þetta svona smá barnaleg framsetning, að ætlast til að geta greitt bara út fólki við sölu á einhverju ríkisegn. Ertu að tala um Íslandsbankamálið eða? Já. Okay. Er þetta raunhæft? Já, ég segi bara hvers vegna ekki. Ég segi fyrir mína parta, má ég segja eitt. Og því að það hugsa allir eitthvað, fá allir lægra verð og eitthvað, bla bla. Þess að ég hugsaði bara ekki selja. Ef þú færir hann að banka í hendurnar, eins og fyrir börnin, leiðum bara eigan í 18 ár, fá argreiðslur, gerðu það fjárfestum. Ég ekkert að sjá að verði eitthvað rjúki niður þótt að þér verði rétt eignin. Eina sem ég myndi halda samt að væri ábyrgara væri bara ef þá selja þetta, borgið niður skuldir ríkisins. Því að þú ert í rauninni bara veikja efnahagsreikning ríkisins ef þú réttir borgarunum þetta, en borgar ekki niður skuldir.
Já. Þegar ég segi barnaleg nálgun þá á ég við meira svona, þetta svona, maður sér ekki hvernig þetta á að vera í praxís, sko. Hvernig þetta á að gerast. Ég hugsa líka bara óraunhæft að mínum mati, sko. Er þetta eina raunhæflegin til að losa ríkiseignir? Þú varst að tala efnahagsreikningin, sko, við reiknaðum þetta út í vor og ríkið sem sagt með eignir í félögum, það verið 1800 milljarða. Það efnahagsreikningur ríkisins og þetta meira og minna allt félag sem viðskiptaráð hefur lagt til að það verði með einhverjum hætti skoða hvernig má losa þessar eignir og vissulega hvetjum við sko til þess að þetta verði nýtt til að greiða niður skuldir. En ég meina, ef ríkissjóður verður skuldlaus, ætti hann þá ekki að selja þessar eignir. Þannig mér finnst þetta alltaf svolítið áhugaverður punktur. Auðvitað náttúrulega er það sko næstu út áætlunar tímabil fjármálaáætlunar áætlað að við borgum sko ríkissjóður eða opinbera greiði sko 330 milljónir í dag í vaxtakostnað 330 milljónir á dag þannig vissulega brýnt að er þetta ekki 300.000 manna á árskötu? Þú rekur ekki heimilið og yfirdrætti með sko kjarval upp á vegg þetta svona, mann finnst það svolítið skrítið það er staðan, en mér finnst það líka bara hugsa hvað, burt sér frá skuldum hvað erindi hefur ríkið að gera reka banka? Mér finnst betra að hann væri í okkar höndum en ég held þetta sé eins og þú segir barnalegt hvernig það er sett fram og ég myndi freka vilja bara selja hann og borgin ég held að þetta bara að vera í höndum þeirra sem að hafa áhuga á að reka og taka virkan þátt í rekstri banka sko. Og mér finnst það líka fínt punktur því ég held að það myndi setja þetta samt í hendur fólksins þá færir sko féð nær þeir sem eiga það og ég held að margir myndu hugsa bara wow, ég hef ekkert að gera með hann banka og menn hugsa alltaf með ríkisjóð eitthvað ok, nú er eitthvað svona vondur tími til að selja þetta náttúrulega lýsir því bara menn þekkja ekki hvernig hlutabréfamarkaður virkar og þetta talið þið reglum að hlutabréfaverð í dag endurspeglar framtíðarverði bankans þannig að lágt verð í dag þýðir bara að það er ekkert lágt verð í dag ef verðið verið lágt, þá voru menn að kaupa þannig að mér líst þetta bara ný hugmynd það er kannski ég er ekki mótfallin en speglar svona, ég veit ekki, mér finnst það smá eins og svona eitthvað kostingalofvörð sem er sett fram sem á að selja bara, kjósi okkur því að þið fáið 300 skall eða eitthvað svona, en eins og ég segi þetta hefur ekki, vissulega sáum við þetta í COVID í Bandaríkjunum og það fengi allir $1,000 þetta er svona kannski eitthvað svipa til en annað líka bara dæmi sem er alltaf að vísa með þetta verður svo verðlaust í höndunum á okkur út í þetta og gert svona í Sovjet og það var bara ekki skilvirkur hlutabréfamarkaði þar ég heldur séum bara upplýstar í dag þannig að ekki selja, slepptu því bara eða seldu eða þú vilt bara strax frá peningin þannig að er það í alveg slæmt að við myndum fá valið það sko? Mér finnst það bara áhugavert þetta er nýjútfærsla, spurning hversu praktískun er í raun en hérna mitt, ástæðan fyrir þetta er sérstaklega áhugavert að ræða Íslandsbanka er að allir sem tóku þátt í könnuninni voru mjög að frekar hlynnt sölu nema flokkur fólksins, þau voru mjög andvíg og Píratar hlutlaus. Þannig að þetta er mál sem er bara mjög mikil samstöðum. Meira sér vinstri grænir. Meira sér vinstri grænir. Þannig að Þannig að Íslandsbanki verður seldur innan 2 ára, það er eiginlega gefið. Já, svona með að við upplegið hérna sko. Svo kemur hérna Landsbankinn náttúrulega svipuð umræða kannski. Þetta er svipaður aðeins meiri andstæða sko og þar eru vinstri grænir Píratar og flokkur fólksins mjög andvíg og Framsókn, Viðreisn, Miðflokkur, Sjálfstæðisflokkur, Lýðræðisflokkur mjög eða frekar hlynnt. Þetta er líka bara útfærsluatriði því að eins og spurningin er orðið sko, selja eftir hlut í Landsbankanum. Menn hafa talað um ólíkar útfærslur, selja allt í Íslandsbanka, selja hlut í Landsbankanum og eiga eftir einhvern kjölfestuhlut. Þetta er eitthvað sem kallast norska leiðin. Þú átt eftir einhvern kjölfestuhlut, hann þarf ekki að vera 50%. Þú þarf bara að eiga svona sterkan hlut, er það 30%? Já, svona, í þessum stærstu. Það kallast það er norska leiðin, svona áhört. Svo er það náttúrulega gullgæsin, Landsvirkjun. Það ríkir þverpólitísk samstæða, ég held að sé óvægt að segja það að selja það ekki. Og meiri segja Iddin, hann er ekkert endilega á því. Við erum miðflokkurinn segist það eru hlutlaust þarna. En þú veist, ég meina, þetta hefur þú veist, hvar erum við hér? Bara svona, það er nokkuð ljóst að það verður ekkert úr þessu. Hvað áhrif myndi það hafa að selja Landsvirkjun? Selja hlut í Landsvirkjun? Já, hlut í Landsvirkjun. Út frá augum hagfræðings. Þetta er náttúrulega
mjög stórt fyrirtæki, það eru miklar fjárfestingar framöndan, bæði sko þannig í virkjunum, þau hafa líka áform í vindlundum eða vindorkugörðum og maður sér bara fyrir sér sko, er hægt að opna þann valmöðlinga sér að hluti í Landsvirkjun er þetta til dæmis eitthvað menn að velti fyrir sig hvort þetta sé eitthvað sem að hvort þetta sé eitthvað sem var að útfæra með lífeyrissjóðinn til dæmis þú veist, þetta eru mjög, þetta eru verkefni þetta taka langan tíma, þetta er svona alvöru innviðaverkefni, þetta getur verið eitthvað sem heitir lífeyrissjóðinn til dæmis, það er eitthvað sem við velt fyrir okkur, án þess að hafa sko við viljum sko fyrst og fremst með þessu og við skiluðum hérna umsögnum fjármálaáætlun í vor þar sem við bentum á að ríkið situr á eignum yfir sko í félögum yfir, það er 1800 milljarða virði og það var þá, veist, rétt tæplega, ég veit ekki hvað það var 40% af landsframleiðslu, hvað er það 4500 milljarðar á landsframleiðslu eitthvað fyrra hérna er bara sína, veist, hvað þetta er gríðalegt virði Landsvirkjun, hérna við notuðum hérna Dam og Daran og ég held að þetta hafi verið 727 milljarðar þá menn vilja meina þessi vannmatt sko við notuðum bara einhvern hérna, P-markvaldara frá Evrópu gæti verið hærra, þetta er gríðarlega verðmætt fyrirtæki og bara skiptir máli að takist hérna, vel til þar í öllum með verkefnum sem að hérna, annars standa fram fyrir Landsvirkjun og bara Íslandi þegar kemur að orkuöflun Já, þetta er mjög áhört Ég mitt, nei, þetta er fjölskyldufyrirtæki mitt, ég get eiginlega ekki tjá mig en ég get samt sagt að, þú veist, bara svona eftir allt sem maður hefur séð núna síðastliðin 10 ár, þá er bara svona orku innviðir og öryggi þeirra og bara það sé í réttum höndum búið að lita mann í þessum stríðum og fleira sem maður hefur séð bara að það sé ekki þess virði allan að selja það frá sér að móti held ég að geta verið mjög klókt eins og Saudi Aramco í Saudi Arabíu sem er bara olíuperlan þeirra að selja einhvern lítinn hlut bara til þess að fá inn í stjórnina nýja raddir því að þetta er pólitískt skipaða stjórnarveldi í dag og ég held að það sé ekki hollt fyrir stórfyrirtæki þegar þú ert ekki með bestu mögulegu stjórnendur í stjórn eða með hagsmuni þannig að, þú veist, aldrei meir en 25%. Þetta er líka eitthvað sem er mjög gott að velta fyrir sér, þú veist, bara að fá þekkingu inn og þetta er það sem við höfum verið að vekja athygli á í þessum rekstri og við líka spyrjum út í selja eftir hluti í rekstri Keflavíkurflugvallar og þetta er líka eitthvað sem við lögum áherslu á í voru í okkar fjármála umsögn og bentum þar í nýlega ritrýndra grein sem sýndi hvernig flugvellir hafa, veist, hversu ríku mæli flugvellir hafa verið einkavæddir víða heim og þetta er bara eitthvað sem við höfum ekki skoðað nógu vel á Íslandi og þess að selja hluti í rekstri flugstöðurinn okkar, annars vegar að því að þetta eru bara standa fram fyrir bara mjög stórum fjárfestingum og spurning hvort á ríkið að vera að binda sitt fjármagn í þessum rekstri, þetta er líka bara mjög áhættusamur rekstur. Eru þið þarna að gera upp á milli Isavia og flugvallarinn sjálfs eða er flugvallurinn bara í eigu Isavia? Þarna væri sko svolítið tæknilegt útfærsluatriði, ég held að Isavia væri ennþá stjórnsýslueiningin og svo væri flugvöllurinn seldur og þetta er eitthvað real estate play, Kaldalón tekur flugvöllin en ríkið á Isavia og þetta er eitthvað sem við lögum til og væri svolítið gert að meðal annars sko evrópsku fordæmi og það er líka gert eins og þú talar Landsvirkjun til að fá þessa þekkingu inn það eru eins og flugvöllurinn í Köpen, hann er í eigu einkaaðila og það kvartar enginn, hann er geggjaður sko. Hann er geggjaður og þarna er bara mikil þekking sem menn búa yfir í þessum rekstru og þetta er eitthvað valmöguleiki sem við ætlum að opna á hér, fá þessa þekkinga miklu aðilinn til að aðstoða okkur að takast á þessu verkefni Geggja. Það er eins gott við fáum ekki Steingrímur J. Sigfússon sem ráðgjafi það verkefni en nóðum það En svo er annað, það er líka fullt af litlu shiti eins og endurvinnslan, ríkið á einhverja prósenti því fullt af svona drastli sem að bara, ekki drastli, sem eru bara flottar einingar en af hverju í anskotanum er ekki bara löggjafinn að sinna sér af sínu og láta þetta eftir einhverjum öðrum sko. Ég skildi ekki. Það er spurning sem var aldrei svar við. Hver hefur hagsmunaði að ríkið eigi minnihluta í endurvinnslunni? Í staðan fyrir bara að ráða í hvernig þessi ég veit ekki Ég er ekki að fara að svara það Ég held að séu bara ekki svör sko. Nei, það er bara málið Herri, ok, við erum komnir sko nú erum við komnir inn í stofnanirnar afstæða til stofnanar skipulags og þú veist, ÁTVR þetta er hinn endalausa saga það er eitthvað að gerast, það er eitthvað að hreyfast þarna samt og það er nokkuð ljóst að það er fólk er ekki sammála hér, flokkarnir er ekki sammála hér það er hægri vængurinn miðflokkur, lýðræðis og sjálfstæðisflokkur þau eru alveg mjög skýr í afstöðu þarna það skiptist bara beint eftir miðunni
bara, það gerir það og hérna, þú veist, en eins og ég segi, þetta gömul tugga, ég veit ekki hvort við þurfum eitthvað að fara í þetta svona skiptist nokkuð eins og við varum að búast en svo er auðvitað RÚV hérna inn í þessu, betur, var það ekki? Nei, var ekki, það ætti að vera hérna, betur, var það inn í öðrum flokki eða? Það er náttúrulega OHF, það er ekki beint. Nei, en þú veist, ef við förum aðeins í það, því að þið spurðu sérstaklega út í það á fundinum. Já, RÚV var inn í aðrum flokki, afstæðla atvinnum við að köllum við það. Já, það er hérna fyrir neðar, já. Afnumætti styrki til fjölmiðla samhliða því að taka RÚV af auglýsingamarkaði. Já. Og hvað, þú veist, við höfum alltaf rantað mikið yfir þetta. Og hérna, þar á fundinum var því meðal hans kastað fram að þetta færi allt í Facebook og YouTube. Jóhann Páll setti það þannig fram. Bjarni var að einhverju leyti ósammála, en hvar liggjum við í þessu? Tók hann að vælurökin með að við sem erum að sjálfa auglýsa að við myndum bara fara á Facebook og eitthvað annað? Já. Það er þetta Jóhann Páll gerði það. Þannig að hérna, en þú veist, þetta svona skiptist þokkalega óvæntur kannski, ég veit ekki, flokkur fólksins. Það er kannski þau vilja þau eru smá wildcard í þessari könnun sko. Það er svolítið skemmtilegt að vinna við þau við komum okkur skemmtilega óvart Inga nefnilega sko, eða ekki, hún náttúrulega svarar þessu ekki beint, það er hann hérna mér finnst einhvern veginn fingar fyrir henni að vera á sig ég veit það ekki, mjög gaman að henni en hvað, þú veist, ég meina RÚV, 2,5 milljarður í auglýsingatekjur mér finnst hérna bara horfandi aftur yfir hérna stofnana skipulagið er að við leggjum til sko, þú veist, þetta eru mjög sértækar spurningar, leggjatin er embætti umboðsmanns skuldara, hann er ÁTVR við spyrum út í sameiningu sýslumannsembættana, spyrum út í fjölmiðlanefndina blessuðu, réttindi opinbera starfsmanna, þú veist, við sértækar spurningar, en þær eru allar einhver leiti sko svolítið afhjúpandi bara hvaða afstöðu menn hafa til stofnumhverfisins, af því að menn þú getur spurt hvaða flokk sem er, vilt þú sameina stofnanir þegar að hérna með skilvirknilega það segir engin nei en svo þú starta að spyrja á hvaða afstöðu hafa menn og þá sjáum við að þetta skiptist líka bara nokkurn veginn í hægri vinstri líka bara hvað sín menn hafa á stofnunarskipulagið og hérna með sýslumannsembættin þetta er eitthvað hérna það er búið að fara gegn einu umferð af sameiningum þar þegar þau voru fækkað úr slattanir í 9 og hérna og þú veist það var hellingshægraði sem hérna skilaðist af því í starfsmannahaldi og kostnaði svo var líka mjög áhugavert út frá því að það eru sett núna 9 sýslumenn það myndaðist einhvers konar sérhæfing á milli útibúa að nú veist, eitt sýslumannsembættið það er með meiri sérhæfingu í ákveðinni vinnslu upplýsinga þessi leyfismát þannig að það var svolítið áhugavert og við viljum bara þessari vegferð að henni leggjum til viðskiptur að henni verði bara lokið og ekki nóg með það að því verið lokið heldur að menn gerir þarna bara lögum þetta til í umsögnun okkar hérna, fjárlegi núna, það verður ráðist þessa sameiningu og það verður gerð krafa hérna, bara nokkur rík krafa að þessi sameining leiði að sér hagræðingu rekstri okkur finnst að þetta er klára og það sem kom okkur til dæmis svolítið óvart er hérna í þessu, þarna eru sko Píratar hlutlausir og þetta er flokkurinn sem talar mest sko að nota stafvæðingu til að hagræða ég held að sýslumannsembættin sé örugglega sko besta stofnunin þar sem að stafvæðing mun hagræða og bæta þjónustu og að þau skiljum auðið þarna og kom okkur svolítið á óvart Þetta er galið, það tekið mann 2 daga að fá veðbókavottorð þar sem maður þarf að millifæra 2200 senda tölvupóst og býða svo eftir svari í kannski 2 daga ef maður er að þinglýsa þá fær maður kvittun ef þú myndir týna kvittunni, þá ertu bara í djúpum skít Þú veist bara í staðan fyrir að fá bara málsnúmer eða alltaf að taka kvittun ég er bara eins og með þetta Þetta er áhugavert og þarna er mitt sko Viðreisn, Miðflokkur, Sjálfstæðisflokkur, Lýðræðisflokkur þau sko þessi sameiningu svo eru bara á hinu vængnum eru menn bara frekar hérna andvír og ég meina þú veist til hvers eru að rekka þessi embætti sko það er bara til að hérna fyrir þá þjónustu sem við viljum að þau standi við og við teljum að því verður best borgið í öflugara hérna embætti Klálega, en eitt hérna með tegja bara sem dæmi, út af því ég get keypt núna hérna pantað veðbókavottorð klukkan að vera 3, þannig að sýslumaður mun ekki svara mig fyrir 9 í fyrramálið ég get farið inn á hvaða vefverslun sem er núna og keypt með bjór og fengið að senda heim fram að þessum tíma bara út í einkaaðilinn, þetta álélegt dæmi en einkaaðilinn er að fara að skutla bjórnum til mín og innan við hálftíma úr Hafnarfirði eða hvað sem er en ríki getur ekki sendt með PDF fyrir í fyrramálið sem er samt bara í einhvern kerfum, þetta er galið Þetta er nefnilega alveg ótrúlegt og þess vegna með ÁTVR sko, ríki þetta hætta rekstri ÁTVR
við sjáum bara fólki að kjósa sko og það kýs með þeim hætti sem að þú lýsir þarna sko þú veist, það kýs betri þjónustu á sama eða lægra verði komið til inn á korteri á Einmitt, sunnudögum algjörlega, og ég meina svo getur þú líka sótt þetta ákveðin útibú og veist, þetta er bara þetta er einhvers konar tímaskekkja Já, algjör Svo annað, bara að loka með stofnunarskipulagi þetta er svo skemmtilegt síðasta spurningin endurskoða ættu umgjörð heilbrigðis eftirlits og sameina umdæmin í eitt þekkið þið þetta? Hvað, er þetta ekki 9 umdæmi? Jú. Eins og bara sýslu Já, það er 9 heilbrigðis eftirlits umdæmi á Íslandi og þetta er verkefni sem er í höndum þá sko 9 aðila á sveitarfélagastígi og svo er þetta hjá 2 stofnunum hjá ríkinu Já, maður eiginlega kynntist þessu svona í COVID þá var þetta eitthvað til umfjöldunar Já, þetta er mjög spes og það þýðir bara á meðan umdæmin eru 9 að ef þú eru ykkur fyrirtæki öllum 9 umdæminum þá getur þú sko búist í því að það sé ólík útfærsla eftirlits í hverju einasta umdæmi Akkurat Þannig þetta annars vegar skiptir máli sko út frá bara faglegu eftirliti þetta skiptir máli að samræma útfærsluna og þarna sjáum við sko Vinstri græn, Píratar það vilja allir skoða þetta nema flokkur fólksins er andvígur og samfó hlutlaus í þessu þetta, við annars vegar tölum út frá þessum punkti og svo líka að þetta er mál sem hefur verið til umfjöllunar sko í 23 ár búið að skila í nefndum og skýslum og alltaf saman niðurstaðan þá að taka þetta verkefni færa það til einnar stofnunar og hafa þetta meira Er það matvælastofnun sem er yfir þessu eða fellur þetta undir eitthvað heilbrigðis? Já, þetta er annars vegar hjá matvælastofnun og nú er það bara stólið mér það er annari það er hjá annari Því ég heyrði nýlega dæmi sko af fiskvinnslu þar sem að heilbrigðiseftirlit og matvælastofnun voru í raunin að rífast útfærslu og þeir höfðu fengið álit frá báðum áður að gera eitthvað Þetta hefur maður líka heyrt, þannig það voru að samræma þetta og við viljum að það sé farið að fordæmi sko, nú 23 ár er búin að vera skýrslur og starfshópar að fjalla þetta mál og það er alltaf sama niðurstaðan að taka eftirliti, fara allir ríkisins og svo útfærað meira samræmdan hátt og alltaf einn hluti, ein til að útfærslu er þarna að það verði sem sagt þetta eftirlit verði sem sagt því verið útvistað til einkaaðila með nákvæmlega sama hætti og bifrið eftirliti þetta þýðir bara það að einkaaðili hann sækir eftir því sem kallast faggilding þá er hann bara vottaður og hann bara uppfyllir allar þær kröfur sem ríkið gerir til hans til að hann geti sinnt þessu eftirliti við erum alveg döð að færa með heilbrigðiseftirliti að það verði hefur útvistað til faggildra einkaaðila stjórnsýslu þátturinn, hann verður alltaf bara hjá ríkinu það er bara, hann verður alltaf þar en annars dregst úr þessum núningi og það myndast tækifæri fyrir öflug fyrirtæki sem getur starfað hvar sem er landið þetta er þjónusta sem þarf að vera í boði sko, þar sem að framleiðslan er hvort þetta sé matvælaframleiðsla framleiðsla í fiski eitthvað tengt eins og landbúnaðar matvælaframleiðslu þar veitingastöðum þannig að þetta er okkur finnst stöðafæri að ráðast í þetta ég horfi á blaðið, ég sé allt grænt flokkur fólksins, þetta er eitthvað sem þetta ráðast í bara næsta kjörtímabili Já, með við þetta allan mér langar samt svona varandi stofnanir og þetta aðeins örstutt með RÚV því að því var kastað fram, var það ekki hvort það hefur verið miðflokkurinn með þessa pælingu að ráða hvert peningurinn fer enn og eftir spyr ég mig, þú veist, er þetta raunhæft? Þetta hefur náttúrulega ekki verið gert áður þannig að þetta er bara ný hugmynd í sjálfu sér hvernig lesið þið þetta á viðskiptaráði? Sko, okkur þykir þetta er ein góð útfærsla það sem að þú myndir sko bæta starfsumhverfi einkarekinna fjölmiðla ég meina ef menn eru þeirra skoðunar að ríkið eigi að vera að borga til fjölmiðla að menn vilja svo sannlega gera það þá er þetta sjálfsögur heppilegri útfærsla en svo í dag menn ráðstafa, menn kaupa það bara þjónustu í takti við það ráðstafa gjaldunni í takti þá þjónustu sem þau vilja fá það sem er náttúrulega alveg galið í dag er að Ríkisútvarpið er náttúrulega bara áskrifandi af þessu útvarpsgjaldi og það er ekki nóg með það heldur sko að hvert mannsbarn sem greiðir skatta það er að greiða útvarpsgjald heldur fyrir, ég veit að þið veitir þetta heldur fyrir, ég veit hvað ég er að fara að segja ég er að borga 3 ég meina, ég horfa ekki, já, þú ert að borga 3 útvarpsgjald það er bara staðan ég borga hvað ertu með mörg útvarp í gangi hérna núna, ekki eitt sko ég borga meira fyrir þetta en áskrift af stöð 2 sko þetta er náttúrulega bara, þetta er blautuska í andlitið fyrir ykkur náttúrulega sem eru með, ég meina þú ert með, þú veist, þeir eru með nokkra fjölmiðla í gangi hérna og þau þurfa að borga útvarpsgjald fyrir hvert og eitt þetta er náttúrulega bara fáránlegt á sama tíma hugsar
hugsa menn, heyrðu, ok, staðan ekki nógu góð, hvað getum við gert? Jú, heyrðu, við komum að fót nefnd sem að útlutar 600, var ekki 673 milljónir eitthvað, 700 milljónir í fjárlögum til einkarekinna fjölmiðla, pössum að upphæðin sé sem sagt þannig að þú hyglir sko minni aðilum og þegar menn eru orðnir það stórir að þeir geta mögulega farið að veita ríkisstjórnum einhvers konar samkeppni, cut it off. Þú veist, hún í framsókn í allri sinni mynd. Já, veist, þetta er svo skrítin útfærsla. Þannig að hún ekki að detta út að þingi eða? Margt ábótum að þarna. Er það ekki? Ég skal ekki segja, ég er ekki alveg með þessi við hljótum ekki sitja á klappið alveg strax. Hljótum að opna einhverja skoðanakönnun ég er með skoðanakönnun en við verðum vel að fara yfir það. Þú verður vel að færa rök líka fyrir sko, hvernig þú setur hana fram. Já. En ef að klára hérna viljum við ekki, sko, það er reglulega hlaupum núna á hundavaði, við förum í reglulega ekki gera lítið úr reglulega og atvinnum býtu ESB, þú veist Nei, þetta er ekki, við erum ekki að spyrja út í ESB hérna, erum ekki að spyrja út í spurðu þið eitthvað loftslagsmálum og hvað segir þið? Spurðu þið eitthvað út í krónuna? Nei, við gerum það ekki. Það kom nú fram, sko, þú veist, það var notað sem rökfærsla á einhvers staðar, sko, en þið vissulega spurðið varandi hérna útblástur gróðurhúsalofttegunda hvort að við eigum að ganga lengra en ESB og það var það var smá sundrungur það sko, það voru áhugaverð svör, já, klálega ég var ekki búinn að segja þetta og þú veist sko, ég veit eiginlega ekki hvað skal segja í þessu, við höfum náttúrulega verið duglegir að svona benda á hvað segir maður, vankanta í þessu kerfi, hvernig það er bæði mælt og hérna bara umræðan sem er í gangi, það er auðvitað bara okkar huglega mat, sko, en þú veist, hvað þýðir það að ganga lengra heldur en ESB? Meina, sko, fyrsta lagi er mælingin á Íslandi bara kolröng í sjálfu sér, sko. Þú veist, miða við hérna önnur ríki en það er samt einhvern veginn aldrei tekið inn í myndina. Það er þetta með að hérna, þú veist, að við búum yfir sjálfbæri orku á meðan að aðrir gera það ekki. Þannig að þú veist Já, þetta er alveg rétt og ég menn það verður að taka með þessu, það verður líka að taka með þeim árangri sem við höfum náð nú þegar, sko. Menn út í Evrópu er einhvern veginn að berjast í fyrstu og öðru orkuskiptunum og við erum að tala um að klára dæmið, sko. Þú veist, það eru 100 ár sem við réðumst í fyrstu, eitthvað, ekki mikið, það er ekki mikið styttra síðan að, við réðumst í orkuskipti nr. 2. Var það hitaveituvæðingin? Já, það er annars vegar að virka vatnsaflið og svo er hitaveituvæðingin, orkuskipti 1 og 2 og við erum bara búin að ná geggjuðum árangur þarna og þarna snýst þetta um að meðan við, þú veist, sama upphafstímabil, ekki bara að segja að meðan við veist hvar menn byrja ekki hvar menn voru stattir 1990 þegar skuldbendingan eru þegar Kyoto og svo er framhald af því og við bara þá eru áhugaður tíðandir sem að bárust í gær á miðvikudaginn fyrradag ég er að framvirkja þetta sem bárust á 50 degi við skiluðum inn umsögn loftslagsaðgerðar áætlun stjórnvalda núna fyrir haust og úttekt viðskiptaráðs á þessum 150 aðgerðum leiti í ljós að 2/3 þeirra hafa neikvæð efnahagsleg áhrif alveg rétt og það sem við bentum, þetta var niðurstaðan og það sem við bentum á þessar aðgerðir voru ekki metnar þær eru ekki metnar út frá efnahagslegum áhrifum þær eru ekki metnar út frá áhrifum á samdrætti í losun og þetta er það sem er kveðið á og svo var þannig að við skiljum þessu umsögn svo var svo áhugavert að í gær 2 mánuðum síðar þá birti loftslagsráð álit með sambærilegri niðurstöðu það sem að þau sögðu þess að aðgerðirnar voru ekki metnar og þess áttar og þetta er eftir að formaðurinn kallaði útgáfan okkar sko vonbrigði og þetta er eiginlega svo sama niðurstaða þannig að voru bara sammála Já, að einhver leiti, að minnstakosti út frá því að aðgerðirnar voru ekki metnar með þessum hætti eins og lögin áskiljum engin spurningan að leggja loftslagsráð niður eða gera þau eitthvað? Já, ekki verið að spyrja mig Nei, ég bara En ok, þau eru semst sammála ykkur en voru það ekki? Já, einmitt, same but different það er ekki það sem ég segja Svo finnst mér eitt alveg ótrúlega skemmtilegt til að sem að þið hafið sennilega áhuga á líka við spyrum út í það hvort að menn vildu auka frjálsræði í veðmálastarfsemi á Íslandi Við tókum það nú fyrir bara og rósuðum ykkur fyrir þá úttekt og þetta er skemmtilegt að sjá þetta allir
ég sé að bara Yngvi að veðja bara núna sko. Ég enda mjög lítið veðmálagall sko. Já, ég tek alveg undir það, skilur, en þú veist, en ég tala bara fyrir frjálsum markaði í þessu, því að líka, þú veist, auðvitað fær ríkið sinn skerf ef að, þú veist, þetta kallað, þú veist, þetta ekki sérleyfi, þetta bara rekstra leyfi. Já, núna eru sérleyfi, það fyrirkomulega sem búum í dag og við höfum færi verið starfsleyfi. Já, starfsleyfi, og þetta hefur náttúrulega verið reynt með góðum árangri annars staðar. Já. Ég ansi lítið spettarið, þannig að það kom fram. Mesta fræstin í þessu að banna þetta allt en veita svo einokunarleyfi til innlends aðila. Einmitt. Sem rauninni og bara helmingur veðmálanna á Íslandi, þau fara fram svona tæknilega sig utan landstinn á erlendum vefsíðum og það er bara afrakstur bannstefnunar og við lögum til að var tekið upp starfsleyfi og þessu verið sniðin svona skynsamlegur einhver sko ágætur stakkur og þá annars vegar sko ertu með einhverjar sko þú ert með hækkar, við leggjum til að það verði þessi allar skattar á þessa atvinnugrein bara eins og aðrar atvinnugreinar, þú veist, það er fullkomlega eðlilegt en á móti, þá erum við líka með gulrót og gulrótin er svo að þú fáir heimild til að auglýsa og vinningarnir hjá skráðum aðilum að þeir verði skattfrjálsir og mér finnst áhugavert að skoða að það eru bara 2 flokkar sem eru andvígir þessu. Það er vinstri grænir og flokkur fólksins sem flokkur fólksins er svona frekar andvíg en vinstri mjög andvíg. Þannig að þetta er klálega eitthvað sem mætti líta til á næsta kjörtímabili. Er það út í að þeirra kjósendur eru meiri í spilakvössunum eða hvað svona getur við dregið? Já, þú veist. Ég þekki það ekki en Af hverju myndur þú verja þetta? Ég aðalega, þú veist, þarna eru menn bara að horfa ekki um fingur sér sko. Þetta er í gangi, þú vilt frekar gera þetta á skynsamlegan hátt og þetta er svolítið eins og bara við vorum áðan fjármagnstekjuskattin það er sem sagt, hvernig þú skattleggur hann þarna eru með netveðmál sem þau eru kvik svolítið eins og fjármagn þannig að þú verður að skattleggja þessa hluti og sníða þeim sko skynsamlega umgjörð þannig að þú veist, við fáum þetta allt upp á yfirborðið og fáum þetta allt eins mikið til okkar og hægtir höfum þetta allt upp á yfirborðinu Þetta er einmitt, það er góðu punktur sko, það er nóg að beisla þarna. Annað sem gerir mann líka skítræddan við fjármagnstekjuskattshækkanirnar er að Kristrún var alltaf að vísa til Noregs þar sem að þau sko eru með unrealized tax gains á fjármagnstekjuskatti og maður veldi fyrir sér, er það smáaletri í því sem að koma skal sem að myndi stúta frumkvölum hérna á Íslandi sem eru kannski með bókvært virði eða gangvirðis mat á sínum eignum miklu hærra heldur en raunber vitni. Það er bara þetta smjatt eignarskattin og sko mér langar líka því við eiginlega svona glemdum að taka það og tómhússkattin þegar við vorum að fara yfir skattana. Þú veist, eignarskatturinn, ég held að við flestir hlustendur okkar vita hvar við stöndum í því. Það var nú ekki spurning hjá ykkur, það var ekki Nei, við vorum kannski ekki þetta var út frá, sko, helst út á okkar áherslu. Ég fyrir þetta geggjaða business hugmynd að það er að búa til svona gardínur sem eru svo fuglaræður, þannig að svona, þegar þú dregur niður þá er eins og að sé alltaf einhver heima svona þrívítar eitthvað. Já, þannig að þegar eftirlitslið frá Samfylkingunni kemur þá sér það alltaf svona í skugga eins og að sé einhver heima. En þetta er náttúrulega dæmi bara þetta, hvernig að útfæra þetta. Þetta er bara stasi, þau eru bara ruggluð. Þetta er bara rugl, kýstengin. Sko. Heyrðu. En já, allan, ég vildi bara svona aðeins dreipa á þessu. Ef ykkur vill kaupa svona gardínu samt, ég er með nokkuð mock-ups, þannig að bara heyri ég mér. En þið voruð ekki beint að spurja út í tómt úr skatt eða nei. En ég minna við sjáum ekki afstöðu þetta liggur í eðli spurningana hvað varðar skattana. Við erum bara, þú þarft bara að spyrja svo margar spurninga út í skatt og útgjöld til að vita hvernig menn standa að jafna þig. Það er það sem þessi áttaviti kjarnar svo ágætlega. Og ég held, þú veist, þegar menn fara að tala um einhverja tillögur að hækka skatta og vannýtta tekjustofna. Ég held að almenningur í Íslandi, hann sé alveg fyllilega meðvitaður um það að skattar séu bara svolítið háir. Án þess að fólk sé að hangin á OECD og skoða hvað, þú veist, alþjóðlegur samanburður gefur til kynna. Fólk bara finnur þetta í fingurum sér, bara heyrðu, er eitthvað svigrúm til að vera að kreista mikið meira? Fólk veit að nei. Og þetta er frekar að vera að líta sko í hina áttina. Þú veist, hvernig getur dregið úr álögum? Og þú varst líka og eitthvað þjónustu þú varst að tala um áður en að þú komst þá varst að tala um eitthvað inn á skrifstofu Yngvi, þú var að muna það ættum við ekki frekar að vera að tala um hinn áttina hvað var það aftur?
Ég maður ekki, SLF gapið Nei, það var ekki það Ég man Af það hverju ekki. allir læknar Nei, það var leigubílamarkaður Já, og það sko bara örstutt áður en þetta fer í könnuna hérna sko, því að þú veist, þið báruð fram þannig spurningu auka frjálsræði Já. á leigubílamarkaði og En sko, ég fór að hugsa, hvað er meira frelsi á þeim markaði? vantar eitthvað meira upp á frelsi þar eða? Það er ekki hverjum sem frjálst að koma inn á markaðin. Nei, Með fyrirtæki þá eða? Ég held að væri búið að opna þetta allt Sko það eru ennþá Sko ég var ekki að tala fyrir að við myndum banna Ég var aðalega að fetta fingur í Þú ert að menna hvort að sé að þetta ganga lengra? Já, Já, það eru ennþá, heyru það til dæmis að þeir, hopp sem kemur á markaðin þetta er batna til muna og ég held ég finn það á þjónustun þjónustan er orðin miklu betri eftir þessa samkeppni og þeir sem voru náttúrulega á markaðinum fyrir þeir sem voru þessir incumbents við það skuld kvarta þeir en ég meina þetta er öllum til hagsbóta að hafa virka samkeppni en það er ennþá þá eftir að reyna á það hvort að sko alþjóðlegir aðalega getur komið inn á markaðin ok, ég held þetta hefði verið bara opnað upp á gátt sko Já, þannig að Uber í rauninni hefur ekki ennþá leyfi til að starfa hérna Sko það kom í ljós Mér fannst þess að það væri þannig hafi Hopp fengið sem sagt leyfið Já, ég held það líka Ég vissi ekki að væri hægt að auka meira frjálsræði Ég held einmitt að núna þurfti að fara að ganga tilbaka að herða þessi próf upp á að menn séu Svo er bara spurningu, það er spurning bara hversu miklar kröfur þú þarft að leggja menn til að keyra bíl sko Já, svo er það hitt Þannig að þetta líka snýst það í regluverki og svo líka er þetta test sko þið sjáuð að það eru margir eru þeir sem eru andvíð þessari staðhæfingu líka hugsa hvað þýðir það þýðir að menn vilja ganga tilbaka Já, akkurat en ef við ekki ganga lengra þeir sem svara hlutlaust eins og samfólk gerir þeim kannski þykir ástandi bara ágætt eins og og það hefur batnað til muna en ég meina það er bara spurning hvernig reglurnar eiga nákvæmlega vera hversu langt námskeið þarf þetta að sitja til að fara bíl Þetta er mögulega Það verðist vera svona, vissinni núna ég sko, náttúrulega kannski ekki áræðanlegustu upplýsingar en maður er að sjá mikið bara á X bara dólti stöðuna, það er ákveðin aðili sem að heldur dólti uppi umfjöllun bara hvað er að gerast Ertu að tala taxi þú veist, þetta maður litaður af því þetta maður litaður af því en þú veist, en það hafa komið fréttir að það sé mikil óreiða í gangi á þessu markaði og þú veist þannig maður velti því fyrir sér hvort það sé ekki einmitt kerfið frekar en frjálslindið sem er að skemma fyrir þar en nú það Yngvi, viltu kynna könnununa sko ert inn í, sko, fyrir þá sem er inn í Dýbind og Pingjan hópnum sjálfsögðu Varstu búin að kjósa það? Pingju kostningaprófið mikla hann er óháður Nei, hann er óháður Þetta er ekki eins og á Pírötum Ég get ekki rekið einstaka atkvæði þannig að þú ert alveg safe En sko, hugmyndin á bakvið prófið var að núna Polymarket sem er veðmálamarkaður fyrir svona bara kostningar í live events tröllreið öll í Bandaríkjunum og mánuði fyrir kostningar þá var það allt tjúla þegar Trump byrjaði allt í þetta var búið að vera, mástu ég var að nota þetta ofta eitthvað Kamala komin í 53% á Polymarket og þetta tengist ekkert sambúðum og að vera í opnum sambúðum þetta heitir bara Polymarket og að Trump fyrir upp í 60% á ótrúlega skömmum tíma og þegar menn byrja að skoða transaksjónin út í þetta gert í Ethereum að þá kemur í ljós að þetta er einn hvalur sem er bara búin að vera að sitja risabett, ég held að vera $70 million sem að gera það verkum að Trump byrjar að færast Trump vinnur kosningarnar og ég held að hann bara vann hagnaðurinn hans var $80 million hann lagði undir 40 million allavega það er hægt að henda á meina engisbrettu allavega þessi hvalur veitti viðtal það af hverju hann mánuð undan könnunum þegar allt var 50-50 hafði svona mikla trú upp Trump og þá talaði hann að hann var að styðjast við aðferðafræði könnunum sem hann hefur notað áður í að betta sem er að þú spyr hvað ætlar að kjósa, Gunnar svo spurning 2, hvað heldur að nágrannin muni kjósa og hann var að byrja að sjá út úr þessari könnunum miklu sterkari fylgni en heldur hann hafði nokkur tíma séð það sem að allt sagði 50-50 fyrir Trump og Kamilu en hvað heldur að nágrannin eða næsti maður muni kjósa var bara 80-90% Trump þannig að hann byrjaði að betta eins og hann gatt og við erum nú svo mikið með neinn bett í gangi en þetta er aðferðar eða þú veist það sem að við vonum ég segi bara show me the money hvað er niðurstaðan við? Sko, þannig að ég er að logga mig inn hérna sko, við erum með 1700 manns í þessari grúpu 248 eru búin að svara það er fín svörun er það ekki? Þetta er gott þýði í prósentum settur þetta ekki bara einn sent í gær? Ég setti þetta í gærdag
Já, hvað, við erum með 1700-1800 mannsatni ná Já, 250 svör. þetta myndum við segja, þetta endurspeglar okkar mengi inn í hóp sem held Þverskurður þjóðar. Já, þú veist, sem samt, ef við ætlum að taka eitthvað út úr því, atvinnureikendur, millistjórnendur, netbankakúrekar, kannski 80% kallmenn. Ég veit ekki. En þannig farið við niðurstöður, þá í okkar hópi 38,7% sem að segja Sjálfstæðisflokkurinn. Að þau muni kjósa. Já, sem að þau muni kjósa. Viðreisn 19%, Miðflokkur 18,5%. Þar á eftir kemur óákveðin tæplega 10% og Samfylking 8,1%. Ekki alveg í taktu kannanir, en okkar hópur greinilega hægra megin í lífinu. Sjallar, viðrekstur og miðflokkur. Svo spurðum kjördæmin og mér sýnist, þú kannski þekkja betur, þetta ekki nokkuð endurspeglandi fyrir kjördæmin að Kraginn stærstur, 33%. Svo Reykjavík norður og suður, það ætti kannski að vera stærra heldur en Kraginn. Mér finnst norðaustur að vera stærra. Norðaustur 12,5, allavega, kannski ekki representative fyrir landið. En hvaða flokk heldur þú að nágranni þinn muni kjósa? Þá eru Sjallar bara 23,8%. Viðrekstur kominn í númer 2, 23%. Samfylking 22,2%. Miðflokkur 10,5%. Þannig að með að lesa þessar niðurstöður, ef við værum eins og Hvalurinn, þá værum við að betta á að Viðreisn, ég ætla að hætta að kalla það Viðrekstur, Arna sagði mér brandar fyrir það, fannst hann eiginlega góð. Viðreisn, Samfylking, Sjallar verið stæst. Ef þú spyrir Hærumann, það sem hefði verið ógeðslega gaman væri að henda þessi fleiri grúppur til að sjá kannski vinstra megin í lífinu, hvað þeir telja sig að fara að gerast. Telja vinstri menn að vini sínir sig að fara að kjósa vinstri eða hægri. Það áhugavert að sko, þú veist, meiri flokkur kýs til hægri út frá sjálfu sér, en telja svona vinstri ángan vera meiri stemminguna, sko. Akkurat. Þannig að Samfylkingin kemur nokkuð sterkt út af þessu. Þetta sann líka áhugavert, af því að núna var að koma könnun frá maskinu í hádeginu og sko, ef við förum yfir þetta, Samfylkingin, þú sagði 22,2%. Menn var ekki sko það. Það er 22,7%. Og þetta gefið út sko, prófið þetta gefið út áður en þessi könnun kemur ljós. Bara... Svo Viðreisn, það mældist með 20,9%, það var 20,3% hefur þér eða ekki. Já, Sjálfstæðisflokkurinn bætir aðeins við sig, það sko mældist með 14,6% og þú sagði 23,8% og Miðflokkurinn 12,6% og 10,5%. Það er reyndar skuggalega nálægt af því að sko þessar hreyfingar, ég held að voru áhugaverðar hreyfingar sko eins og fyrir að Samfó bætti vissi sko í þessari könnun, kom aldrei mörgum ávart en ég sé að fólki pingjan vissi. Sko við verðum eiginlega að hvetja eftir þessi þáttu fyrir loftið, þetta verður opið áfram eða ekki? Hvetja alla inn í grúpunni, við viljum fá lágmark 1000 manns sko. Sko ég var að hugsa allir að drífa sinna að svara þessu. Það? Ég var að hvetja til þess? Já, ég vil hvetja til þess. Bara við spyrjum að leikslokum. Já, það er svo sem rétt sko. En mér finnst það mjög áhugavert því að þetta ég hef ekki séð þetta áður að þú ert í rauninni að reyna að setja í spor næsta manns, hægri eða vinstra með við þig, þín tilfinning og það greinilega tilfinning hægri manna að það sé einhver miður til vinstri sveifla í kortónum. Samkvæmt deep into pingjan. En ef maður skoða núna eins og bara þessi könnun sko í hádeginu, þá hægri flokkarnir eru með tæplega 50% fylgi, þannig að Viðreisn Sjálfstæðis mið og svo veit ég ekki alveg hvað eins og lýðræðisflokkurinn er með en eitthvað slefast öfurklippi um það byrja 50%. Mér finnst það mjög áhugavert að sjá og bara vonum að það er náttúrulega sem maður vonar, bara versta Viðreisn ætlar að halla sér til vinstri, þannig að já, en ég meina sjáu þið samt áttavitan, þú veist, þau eru þarna herrmegin við miðuna aðeðlast efnahaldsfrelsi, það er bara var það loka niðurstaðan? Full mikil óvissa fyrir hvað þau væru full mikil óvissa í svörum aðalega málið sko, hversu langt þeir eru allir í blöðum hérna já, við fögnum þessu hegi Jú, heldur óskýr samt, heldur óskýr Já. Það er nú bara þannig og þú veist það er nægur tími til stefnu nægur tími til stefnu kannski ein spurning að lokum sko því að hún kastaði fram Þorgerður Katrín með tollahækkanir Trumps þetta eitthvað sem að þið stefnið á að gefa út einhverja grein þetta, þú veist hversu mikla áhyggjur þurfum við að hafa þetta einhver skoðun sem viðskiptar að Sko ég held að við förum ekkert endilega að fjalla sérstaklega þetta en ég meina auðvitað eins og ég sagði bara eitt helsta hlutverk viðskiptaráðs er að efla mikilvæga skilnings á frjálsræðis í viðskiptum og þetta var ekkert síðu við þegar kemur að milliríkjaviðskiptum í tollum með innanlands þegar kemur að regluverki eða hlutverki eins opinbera
Þannig að þetta þarf alltaf að tala saman. Við höfum náttúrulega í sumar þá gáum þarna áhugaverða greiningu þarna tollfrjálsir dagar ef þið munið eftir því og við sýndum bara, menn að tala hátt matvæluverð á Íslandi sem það hérna svo sannarlega hátt og menn veltaði fyrir sig, hvað hægt að gera í þessu. Þarna bendum við á það að tollar og skattar á mat helsta orsök þess hversu háir hversu dýr matur það þessi tollar og við sýnum bara að með því að afnema þá væri myndi verði lækka alltaf tæplega 50%. Já, þetta Takið það með ykkur tollar matarskattur. Já, það var einhver sem bent á það væri sennilega bara ódýrar fyrir neytendur og þjóðina að afnema þessa tolla og vera bara með beingreiðslu til bænda þannig að þeir væri sáttir. Það sem sagt það sem þið gerir í Evrópu og þau taka upp svokallega jarðræktarstyrki og þá sem sagt afnemur tolla en þú aftur á móti heldur áfram að styðja við landbúnaðinn en þú gerir það ekki með þeim hætti að menn þurfa að vera að framleiða eitthvað ákveðið hvort þeir sem séu í sauðfjárrækt eða með nautgripi eða hvaða nú eina þetta jarðræktarstyrkir og svo ræktar þú bara landið eftir því hvað þú telur á hvernig þú getur skapað mest verðmæti þetta fyrirkomulag sem okkur hugnast og teljum að sé mun farsælla til hvora niðurstöðu. Eitt með virðisaukaskattinn heldur að verði einhvern tíma lækkaður eða fækka þrepum eða hvernig hefur það eitthvað verið rætt einhvers staðar? Hann vissulega hefur lækkað í ég meina framsóknir núna með útspilað lækka vaskinn á mat sem enda bara geggjupæling en af hverju í andskotanum það að koma núna Já, við leggjum náttúrulega til kannski frekar að þetta verði gert tollamegin að lækka skattin á mat Mér finnst þetta líka áhugavert að skoða bara aðeins í baksýnisspegilinn og sýna bara þegar að tollar og vörugjöld voru afnumin á allar vörur allar vörur fyrir utan matvæluvörur sjá bara hvernig verðið lækkaði og þegar kemur til dæmis að raftækjum ég held bara núna nýlega var verðið að ná sömu hæðum og það var fyrir afnám tolla þannig að þetta skilaði sér í því annars vegar að verði lækkaði svo það meiri samkeppnum að flytja þetta inn, það eru tækniframferðir þannig við sjáum bara með því að skoða verðið á þessum liðum sem að báru tolla og vörugjöld fyrir þetta bara hríðlækkaði verðið, meiri háttar búbót Mér langar bara einu við því við erum búin að tala svo mikið ekkert stressa mér mikið alls konar gött og ég sá hjá kunningum mínum Arnar í Sandi hann byrti svo áhugaverð umfjöllun í Morgunblaðinu skál fyrir honum þá svo áhugaverð umfjöllun í Morgunblaðinu í dag þá var þess að þannig að Arnar benti á það að mennum með tíðrættum og alls konar gött, EHF-gött og þess áttar og hann sagði býtu en það enginn að tala um olíugatið og þar sáu þetta eða dagpeningagatið dagpeningagatið og þess áttar og hann benti á það að Landhelgisgæslu Íslands sem við sparaðum 100 milljónir vegna olíuinnkaupa í Færeyjum í stað Íslands og þessu ári og Ríkisendurskoðun bentiði með að það verið betra að versla þessu olíu í Íslandi en þannig Landhelgisgæslan bara að reyna að spara sér pening með því að versla annars staðar en á Íslandi Akkurat Mér finnst það bara skemmtilegt, olíugatið en dagpeningarnir líka það bara það er enginn farið í þá Heyrðu, annað, duldasta skammtheimtan sem að snertur okkur öll, fasteignagjöldin ekkert verið rætt þetta ef að nágrannin selur húsið sitt þá hækkar þetta á þig á næsta ári bara á þess að fara eitthvað allt og djúpt í þetta önnur lönd, hvar þetta fullkomið? Þetta einhvers staðar fullkomið? Aðferðafræði að verður þetta bara svona? Það alltaf svolítið snúið held í hvernig á að skattleggja þetta aðrir hafa ég held þetta liggi nú aðalið því hvernig þetta mat reiknað og svo líka bara allir þessi skattar að í fyrsta lagi þá leggja skattarnir þyngra á atvinnuhúsnæði en íbúðarhúsnæði sjöfalt þyngra og fasteignaskatturinn, þetta stór tekjustofn hjá sveitarfélögum, næst stærsti tekjustofn þannig að það alltaf svolítið erfitt einhvern veginn að hreyfa við honum af því að sveitarfélögin halda svo fast í hann ég meina vandamáli þarna að skattleggja þetta annars vegar með svona mismundi hætti þú ert með það veldur misræmi því að menn reyna að þreistast til að skrá atvinnuhúsnæði sem íbúðarhúsnæði það líka kannski offjárfesting í íbúðarhúsnæði þegar ber lægri skatta svo annað sem líka áhvert með dulda skattheimtu eru stimpilgjöldin akkurat og hvað þau gera þú ert að borga skatt fyrir að stunda viðskipti þetta dregur úr veltu þetta dregur úr seljanleika þannig það meiri svona kyrstað húsnæðismarkað þannig þetta ósanngjarn skattheimta og hún líka veldur
maður vill hafa miklu virkari fasteignamarkað og það sé auðveldara að hérna flytja sig sess og þannig líka, þú veist, stuðlar að því að húsnæði nýtist sem best. Menn eru kannski húsnæði sem henta sér ekki alveg, þrauka að vera aðeins lengur af því að þeir vita að þú ert að borga stimpilgjöld í hvert sem þú flytur, þetta er bara ríkið að taka þetta að þér. Lendi þessum daginn Við spurðum út í skattar þetta sem einhver tíman þjónaði tilgangi, þú veist, út af vinnu en í dag náttúrulega er þetta orðið bara talsveit skilvirkara. En eins og með þetta er ég kannski að blanda saman hérna möndlum og appelsínum í einhverja skítakörfu. Háskóli Íslands tapaði einhverju máli með skráningagjald eða ekki og þau gátu ekki sanna fram á eða sýnt fram á að þú veist, vinnan á bakvið að skrá væri réttandi fyrir það var einhvern veginn ekki skiptum fyrir þjónustu. Af hverju er ekki hægt að taka sömu röð fyrir stimpilgjaldi? Þetta er bara það sama. Mér heyrist að þessi röksemd eigi vel við og það sem er svo áhugavert er sko að það voru engin flokkur ósammála þessari, við spurðum út í stimpilgjaldi sko, það var engin flokkur ósammála því að afnema ætti stimpilgjaldið. Sem er svo áhugavert af því að það er búið að leggja fram frumvarpi 10 sinnum. Einmitt, og svo gerist ekkert sko. Nei, og svo spyrir maður flokkana hvað vil ég gera? Já, það ætti nú bara að afnema þetta. Þannig að þetta er eitthvað sem bara verður afgreitt bara fyrsta mál nýra ríkisstjórnar. Já, einmitt, sko. Maður bara biður ríkisstjórn sem að fer í aðgerðir, skilur. Það hefur minna verið um það, meir tal. Já. Efndir ekki nefndir? Já, nákvæmlega. Þetta er, það verður áhört að sjá hvernig þetta spilast, en... Eitt hérna, það er sko nóg á blaði, það er eiginlega hálf erfitt að sleppa þér, en... Eitt hérna, þekkir hvað hérna vaxtakostnaður er hár hlutfall af ráðstöfunartekjum í Evrópu? Hefur það eitthvað verið skoðað? Hvað sagðir, hvað? Vaxtakostnaður eða bara lán eru... Ég þekki það ekki. Þekkir það hérna heima? Nei, ég myndi samt... Nei, ég ger það ekki nóg vel en ég vil líka hugsa að skipta málið sem samburði er, þú veist, er séreignarstefna, er virkari leigumarkaður, þú veist, þannig að verður að skoða þetta þú veist, þannig að frekar kannski að skoða byrði húsnæðiskostnaðar, eitthvað svoleiðis. Já, akkurat það var ódjúpt hjá mér. Já, ég veit ekki, við glemum náttúrulega líka að fara yfir Airbnb-málinn og þú veist, skammtíma leiguna og þetta en ég rættur að það þurfi þá bara bíða betri tíma. Það er ýmislegt á blaði en Gunnar Úlfarsson, hagfræðingur viðskiptaráðs, takk kærlega fyrir komuna. Eitthvað að lokum frá ykkur, hvað er svona næst? Þið eru búin að hnýta í tollana, menntakerfið, hver getur ekki sofið næstum nætur hérna eftir kosningar? Þið verður bara að bíða og sjá. Hvaða kerfi er svona mestum lamasessi í dag? Er það heilbrigðiskerfið eða? Já, ég skal nú ekki segja en hérna... Landbúnaður, þau eru að fara í landbúnaðinn. Já, fyrir okkur þá bara var áhugavert að renna yfir þessar 60 spurningar, sjá hvað pólitíkin stendur og sjá, þú veist, hvað okkur þykir að þetta vera mest pólitíks áttum að ráðast í breytingar. Já. Þannig að þessi listi verður einhvern veginn svona til umfjöldunar líka á næstunni. Það mun líka nýtast þegar framleiðan stundir að sjá hvað raunverulega gerðist, hvað þau stóðu við, sko. Ég ætla líka að segja, þegar þið farið síðan að fylgjast með, þú veist, þegar fjölmiðlarnir liggja yfir fundum einhverja stjórnmálaflokka þegar mynda ríkisstjórn og það fer að berast tala af því að einhver sé að mynda ríkisstjórn. Þá bara rennum maður þennan lista, sér hvað menn eru sammála, sér hvað er físilegt að vera framkvæmt á næsta kjörtímabili ekki. Þannig að við ætlum líka að fylgjast með þessu þegar það kemur að stjórnarmyndunum við þeim. Já, mjög áhugavert. Herðu Gunnar, kæra þakki fyrir komuna. Kannski eitt hérna. Er eitthvað að lokum, þú veist, er eitthvað sem þú vilt koma framfæri eða eitthvað? Ég er bara í svo góðu skapi, það var lækka stýrivexti, það var grísasnitsel í hádeginu í matinn og ég er að fara í Mývatnssveit á morgun, þannig ég gæti ekki verið betri. Geðveikt. Bjart framundan, það er nokkuð ljóst. Herri, kæri hlustendur, við þökkum fyrir okkur í dag, verðum með ykkur næsta föstudag og þá með ársreining, eitthvað að spóila. Var það ekki skíaborgir? Það er skíaborgin. Skíavatnið. Sky Lagoon. Sky Lagoon. Herri, þangað til þá, á þökkum við fyrir. Takk fyrir.